Já, komið sæl og blessu, ég heiti Bjarki Valur Viðarsson og með mér Aron Vímir Gylfason og við erum komið með helvitis gest í settið maður. Það er stutt í landsleik og ég byrja alltaf á kynningu. Það er bara svolis. Það er komið að því. Tæpur 1,90, 10 cm hærri en jeppin, sá harðasti, költ lítir fótboltamaður, handtekinn 18 ára fyrir stóra tölvumálið, hefur sett hann að minnstakosti í 8 löndum, inn á vellinum og í rúminu. Hann hefur spilað með 12 félagsliðum, íslenskur landsliðsmaður, hefur aldrei verið kallaður að manga böð og bötton meðan Ísland fór á EM og HM, þá spilaði vökvélin eitthvað í kringum 83 leiki og skoraði 46 mörk. Gátu við nota það? Segðu þú mér. Frá Íslandi yfir í Noregs, yfir í Kína, yfir í Svíþjóð, yfir í Ísrael, yfir í Rússland, yfir í Svíþjóð, yfir í Rússland, yfir í Tyrkland, yfir til Svíþjóð og yfir til Grikklands og svo er hann mættur til götu stráka. Viðar Örn Kjartansson, sett þetta, hvernig ertu? Já, ég er ánægður með það. Þetta var rosalegt. Velkomin. Ég er feskur bara. Það ekki? Jú. Gott að fá þig maður, takk fyrir að koma. Bara heiður. Hvernig datt þér í huga að koma til okkar? Tveir fítir fyrir fíklar. Ég er bara spurði hvort ég mætti koma og þið sagði bara já. Já, það er alveg tilbúinir sko. Þannig að ég bara, ég greip tækifæri, ég sá að það var hiti á okkur. Það er alvöru hiti sko. Þannig að ég bara ákvað tjekka á okkur. Það vantar klát. Heldur betur. Stutt í leiki, lítið klát í gangi í Heldur betur. Það er bara geggjað að fá þig. Hvernig er búið að vera hérna á klaganum? Herru, það er búið að vera bara mjög gott. Það ekki? Hlutna veðrið kannski. Já. Og það er gott að koma og hitta fjölskylduna og vinir og svona. Og ég var einmitt, þetta er í Grikklandi, þá erum við hérna út af HM, þá vorum við yfir jólin í Grikklandi, það er svolítið svona súrt. Já. Hvernig stemningi þar? Þeir eru kristnir alveg sko tölvört meir en við, en það er eitthvað öðruvísi system sko. Ég held að sé bara 13, þeir sé eitthvað hvort það er. Ég held að það sé svona jólastemningi það sko. Það er ekki 13. Já, mann það ekki. Nei, ok. Það er ekki. Þetta er, það er hérna, þeir halda upp á jólinu, það er eitthvað aðeins með öðruvísi svona systemheldur en við. Já, það er ekki aðfangadagur og svo afgangadagur, jóladagur, annars. Nei. Við erum Íslandi er svona jólastemningi. Já, við viljum helst vera hérna bara sko. En það ekki fara þessi yfir ferilinn bara? Jú. Æður mikið íþróttum? Sko, mér var meinað eiginlega ef aðra íþróttur af pappa mínum. Já. Hann ég ætlaði að fara í körfubolta og hann sagði bara, er þetta nokkuð sniðugt? Og það gat svo sem ekkert í því, svo var ég í handbolta og pabbi leiði mér semst að vera í marki þar. Það sagði, já, ertu bara í marki. Og hann er þá tala um þegar hann kitnaði mér punglíf. Svo held ég að fengi skoti í hausinn og þá hætti ég, sko. Já, nettur þess ekki. En ég var orðinn svona, við vorum með rosa sterkt gífurlega sterkt handboltalega á Selfossi og ég náði að vinna mér úr sélinu fyrir bílið. Ok. Svo gerði ég mistök okkur á móti og Einar Guðmundsson, unglingarlandsþjálfari lét mig heyra og ég hætti sér bara. Jaha. 1 ára eða eitthvað. Manstu hvað skammallega? Svona 12-13 ekki þar. Ég frétti að sko pabbi þinn var einhver Selfoss skate. Já, hann er svona. Algjör kóngurinn þarna. Já, hann er það sko. Hann fær bara leiðan kyrið í brúna og hann komið heim frá sko. Já, það ekki. Já, oft komið heimsótt til mig sko en það er bara 3-4 dagar bara hann alveg bara að missa vitið sko. Já, ég hef heyrt það sko ef það er kótilegt en einhver svona þá var hann alltaf mættur á mækina þarna. Já, það þekkir alla þarna. Já, þetta er þeir eru með rakarastofu sem að langa minn opnaði 1940 eða eitthvað. Já, ok. Ég er bara búin að vera þannig og bara í gegnum alla ætliðina og það er bara ekki síens. Ég baði hann eins og að flytja til Reykjavíkur þegar við vorum 12-13, ég bjó svo einn með pappa. Já. Það sagðist skoða það, svo hummaði hann þetta bara frá sér sko. Já, það ekki. Það var ekkert Skottast inn í herbyggi drengur. Já, það sagði mig bara að gleyma þessu. Já. Varstu alltaf með bolta við lappirnar þegar þú varst yngri? Já, bara frá því ég var bara 2-3 ára sko. Byrjaði að horfa mig og horfði mig, ég náttúrulega var með mjög sagt að halda Arsenal. Ég sé ekki þetta í dag svo sem, en hann er mest það maður bara í heiminum sko og ég bara byrjaði að horfa á bara 90 mínútna leiki bara 3 ára og ég, þessi bara eina sem kom til greina á fótbolti, bara 10 tíma á dag byrjaði að 4 ára, þarna byrjuði menn að 6-7 ára. Já. Og elskar alveg fótbolta í dag, og elskar að horfa fótbolta. Já. Ég hef til dæmis með gaur sko í Beck sem heitir Björn Bergmann. Hann vann mig með 2 atkvæði í Busakóng. Ég enda að byrjaði út í það. En hann hatar fótbolta. Hann lítur bara á þessu vinnuna sína. Þannig hann horfir ekki fótbolta eða nei sko. Sko, já, það gerist alveg, sko, og með tímanum þá minnkar aðeins svona passunni að þú ert í þessu æfingum og sömu löndum eru æfingarnar bara leiðinlegar, þú ert kannski 90 mínútur bara á vellinum að gerir allt sem er leiðilegt við fótboltan. Já. Og þú ert að mæta hverjum degi, snemma á morgnana, ert að fara í prevention eins og kallast, bara í rektina fyrir kannski í 50 mínútur. Alveg ógeðslega leiðilegt, það eru sko
Þvíld vinsælt dag bara, þú þarft bara að vera í klukkutími rektin áður en þú fer að æfingu, svo meiðist ekki, sko, eitthvað svona. Já, Þannig þetta orðið svolítið svona, þetta svolítið þungt fyrir atvinnumanni, sko, sérstaklega í þannig umhverfi. En þú veist, svo eru mómentins líka svo, þú veist, það kemur kannski 1-2 skemmtilega æfingar í viku og mómentin eru svo stutt, þú kannski skora mark, þú veist, það tekur 10 sekúndur að vera búið, sko. Allt sem þú gera annað, þá ertu bara eins og kallast þetta söffera, þú veist, já. þú ert bara, þú veist, að þú ert að hlaupa þína 12 km leik, sko, til þess að fá velun, sko, hann er ekki, ég veit ekki að þetta er ekki alveg skemmtilegt, en ég hef alveg gaman að horfa á fótbolta, en ég mun minna að það var. Já. Right. Hvernig var að vera strákur frá Selfossi allt í einu bara mættur á reynslu til Leicester City? Við erum múin að grafa djúpt með. Ég hef heyrt þetta. Ég gróf djúpt, sko. Já, vel. Já, sko, það var svakaða reynsla og skrítið líka. Ég var hérna, var undir 17 og skoraði nokkuð mörkan og var á góðum svona stað á mínu ferli og ætla alltaf að vera atvinnum. Ég sagði bara 5 ára, ég ætla að vera atvinnum og hefnaðist með herkjum og hérna, síðan fer ég til Leicester. Við erum hérna með eitthvað bretta hérna á Selfoss sem að græða það. Og það er mjög sérstætt, sko. Þú veist, það er mættur hérna bara, þú ert bara mættur hérna klukkan 9 bara í Leicester með öllum aðalsgæðunum hérna, sko. Og svo voru varalismennir með undir 19 ára sem ég var síðan með og bara ég var í klukkutíma bara eins og illa notaður hlutur hann í rektin eitthvað að bíða og þetta var ógeðslega skrítið síðan fer ég bara á æfingarnar og toppaðistæður og svona en hann 16 ára menn eru bara að fá bara dagpenninga sko cirka ekki það peningarnir skipta engum alveg en þetta er ekkert svona að vallágiðir heldur uppi og svo býrðu bara í okkur fjölskyldu ég fór og gisti þar mitt einhverju tveggjaða húsi og með einhverjum 10 strákum og ég hugsaði með mér hefði ég farið þangað sko þá ég hefði örugglega viljað fara heim bara þetta er líka á þeim aldri sko vilja fara heim 16 ára já 16 ára sko þetta í bílpróf og var þetta í svona fyrstu blackouti sína já svona fór að stýta þetta í landa nei sko varstu þá bara í gymminu bara þú veist einn að sparki einhverja lóðir bara og býða og þetta er óþægilegt bara vissi ekki neitt vissi ekki ekki byrja svo kemur ykkur og pikkar í mig sko svo fer maður inn og bara æfir og sér það þú veist það eru bara brettar sem eru allir reyna að komast lengra og ná langt og svo var bara æfingi klukkutíma þetta bara hverjum degi þetta er rosa mikið hark fyrir svona unga menn sko þú veist það fyrir að vera bara á Íslandi og kannski fara út eldri sko þetta var reynsla varstu bara strax með heimþráðana í raun og veru sko og við fengum annað tilboð fara til Hearts eða eitthvað sem voru svona mikið að kaupa unga leik með þá og við sögðum eiginlega bara nei sko þú veist bara ég ætla aðeins að við eru ég og pabbi sko það þóttist þeirri gumbúsmann það var alveg spurning hvað hann var að gera það meðan ég á ræðingum en það hjálpaði mér svolítið í gegnum þetta og það var alltaf bara bara að drífa okkur eitthvað út svo hefði maður farið fullt af íslensku leikmönnum sem farið til Englands sem dæmi og komið heim bara árið seinna erfitt farið að detti í framhaldsskóla sko. Já, en ef við spólum aðeins áfram þegar þú ferð þannig í Fylki og vinnur bronsskóinn vissirðu þá bara að vera að fara eitthvað út? Já, sko, eiginlega. Við gerum prógram sko 2012 þá kemur umboðsmaður minn sem er ennþá umboðsmaður minn í dag, Ólafur Garðarsson talaði um mig og segir, sá okkur leik hjá mér í Frostaskjólinu og gekk vel þar og sagði bara að vera bara einn af 3 markaðistu innan 3 tímabila, núna frá 2012 til 2024 og nær því þá er góð möguleiki að fara út og ég setti bara allt á fullt þannig að Selfoss náttúrulega fellur 2012, 2013 þá í Fylki sett bara allt á fullt, ég sagði bara ég á bara þennan séns mögulega kannski árið eftir þegar maður er heppinn það var líka miklu erfið að komast út þarna þá var það reynslu og annað og setti bara alltaf fullt og byrjaði frábærlega ég var að æfa sko klukkutíma auka á dag bara ég ætlaði bara að fara út og svo sá ég bara að þetta byrjaði vel og þá kom einhver tilboð sumar, lánstilboð og fleira og við ákveðum bara að klára tíðanbilið einn af 3 markaðistu og bara þá kemur eitthvað gott Þú lifir alveg á þessu en þú segir alveg til þessum vinnin og ég er með bronsskóinn Ég er svolítið, það er svona, ég kallaði bronsskóinn Nei, ég er líka, þetta er svo leiðilegt sko því að það var svona lokað umferðin ég var haldið yfir sko, Atla Viðar og Gary Martin og ég var að fara á Skagan svo var fallnir og sko, ég man að fjölskyldum mér var bara upp í stúku bara,
eitt í viðbót Já, var það? Já. ég hef búin að skora í fyrri sko Já. og ég reyndi svo mikið, ég átti ykkur 3 færi sem ég er ennþá að hugsa um í dag en ég kann klúra sko, því ég þurfti bara 1 mark í viðbót að við vorum allir með jafnmörg mörk á endan sko. Já, ok. Ég var með fleiri leiki. Já. Þetta var ég fór illa með Kára Ásason við minn og skaut fram hjá einhvern veginn, ég er ennþá bara með dreymir þetta sem martröð þetta sko, að ég átti að klára þetta sko. Já. Og heyra Valarenga í þér bara beint eftir þetta tímabil. Já, þannig ég bara, þannig fer hann bara til Noregs og aðtúðar stöðuna, talaði fullt af klúbbum og ég átti að fyrst að fara til Brann á reynslu, svo bara Volarenga kemur upp þar og þá er þetta ekkit, þetta er ekki eins og fá bara, það var reynslu til Leicester, þeir eru búin að skoða þig, en það er alltaf minna, það er enga svona, það er ekki til upp ykkur að leikjum en þeir svona vilja hafa mikið áhugaður, svo fá þeir hann í 10 daga, ef þú ert góður, þá ertu í alveg svona þokkalegum málum og þeir voru eitthvað að ströggla með aura hann sem var ennþá betra fyrir mig. Já. Þegar maður alltaf ódýr svona miðað við svona vanalegt transfer hérna fyrir svona klúbba og þeir eða myndu fá því þá var ég basically eini frammeir hann sko. Þannig að þannig að það var svolítið ég fyrir einhvern leik skora einhverja þrennu hann einhverja æfingaleik reyndar móti einhverju pöppaliði sko og en á æfingunum það fann ég bara og eins og ég sett í einhverjum nokkrum hlaðvörpum þá átti ég einhverja besta æfingu sem ég átt bara á æfin held ég ennþá sko og þá fann ég bara ég veit ég að vera kiptur sko og þeir sögðu það bara við erum að bíða til hérna fjármanni þannig ég beið bara alveg spaglur sko. Já, vissir alveg hvað var að gerast. Fór reynslu til Celtic, fór reynslu til átt að fara til Holland, sagði bara nei, ég ætla að fara bara þangað því ég var líka þú bara komið nú upp í desember sko út að hlaupa sjálfur sko. Nice. Já, það var svona nokkuð safe. Já, þú átt líka síðan bara drauma tímabil. Já. Og hattar að skora mörg. Já, það er svona minn kalli, sko. Þetta var já, það er bara, ég fekk bara, ég er alltaf orðin 24 ára sko. Þegar maður er 18, 19, 20, þá ég er alveg komin á það, ef ég á eitthvað eitt lélegt þá er ég bara að fara að vera á bekknum næsta ári eða bara að fara heim aftur þannig að talaði við nokkra sem voru norskir sem spilaði með áður á Selfossi og einn af þeim sem spilaði í deildinni sagði bara passaði þú voru dæmdur strax þannig að ekkert að mæta það var eitthvað þægilegur bara nei. sem maður er oft mætt í lið og verið bara svona þægilegur í smástund svo allt í einu bara spurja mér bara ekki búin að delivera neitt sko. En ég ákveð bara að fara meira all-in heldur en í Fylkirinn Já, það er bara þannig, ég æfi bara 3-4 tíma á dag og það var frítagur, þá bara mæti ég upp á völl að æfa og þannig að ég bara, og var líka heppinn, fekk góða byrjun og heppinn líka með það, það var engin annar, ég var eini frammeirinn og gast sett menn fram, en þannig að þjálfarinn líka mjög mikla trú á mér og þetta skiptir allt máli, sko, þú getur farið í klúbb með 4 frammeira og bara, vesinni, sko, þannig að það er svona fjallaðis með mér, en ég er náttúrulega kannski gaf þá eitthvað í staðinn. Deliveraðir. Og svo ferðið til Kína eftir þetta. Já. Og það hlýtur að hafa verið lífsreynsla. Já, ég fór þar með unga kærustuna mína og við fórum þangað, maður heldur, sér þetta fyrir sér rosalega öðru sem maður skoðar eitthvað myndbönd og svona. Man heldur að mæta á flugvöllin bara, ég ætla að fá taxa heim hérna. Já. Það er bara, mæta á flugvöllin einhver 200, eða fleiri, einhver stuðning sem mættir hérna með trefla og eitthvað og bara með túlk, skilur engin neitt sem þú segja, með bara driver, sem var nú sem þægindi, Svo mætir maður hérna, og í borginni búið 8 milljónir, Þannig að þetta er bara eins og London, 8 milljónir. Og, svo er maður bara mættur hérna og bara veit ekki, maður veit ekkert, enginn talar ensku, bara ógeðslega skrítið það með lélegt, það er alltaf internet það er svo margir sem búa þarna bara, og loka alltaf síður maður vissi það ekkert, ég fekk 1 milljón í símreikni fyrstu 3 dagana þarna því ég klúraði eins þetta með norska númerið mitt, þetta var eitthvað svona að kjafta það ertu ekki lentur bara kvíða kannski að verða í Kína, hvernig er það að panta bara mat og eitthvað svona? Já, það var ógeðslega, ég náttúrulega er kæruleysa eðlisfæri, en við mættum við vorum búin að fá okkur íbúð og síðan bara, við erum að borða eitthvað og við ætlum að fara bara út á götu og leita taxa, finnum bara ekki taxi í hálftíma og vissum einn veitingastað og þetta er svolítið langt frá allt saman þannig að það var bara þvílítið vesen mætti okkar hlaðborð svo mætti okkar hlaðborð bara ákveðum að borða nógu mikið svo við þurfum ekki að hafa áhyggjur í 10 tími viðbót það var eitthvað svona þvílítið vesen svo fatta, hefum við gert í dag þá er þetta að kaupa sér þægindi þarna mjög vel þú getur fengið eitthvað
bara kokk eða eitthvað, Já. verið með dræfur allan tíman, jafnvel bara verið með túlkin bara nánast heima hjá þér, sko. Já, það? Já, getur gert það, en ég fatta ekki þarna, ég var alveg bara klúles, sko, þannig að fyrstu mánuði voru svolítið erfiðir, sko, við ekki hana. Það er trúið hjálp, sko. Fékkstu bara geggjað íbúð og... Já, í raun og veru bara, svo skipti ég félagið með Sölva og ég fór svona í svona hótelresidens sem mjög vinsælt svona, bara hliðin á rosastóri hótelkeðju, þá varstu með svona bara lúxus íbúður hliðin á, sem var alveg svona, það var breyttið öllu, sko, þá varstu með bara eitthvað lobby hana með fólki sem bara hjálpar þér í síli allt, sko, þannig að þetta var rosa flott, sko, saman og rosalega, þú veist, ógeðslega fancy allt svona í kringum þetta, svona, ég myndi elska þetta í dag, en það var mjög sérstætt, sko, þú veist, bara það kom inn í þessa menningu 20 og, sko, ég var 25 svona ungur, sko, þú veist, ekki búin að upplifa neitt, mjög skrítið, sko. Þú átt nú vinni fyrir lífstíð þarna. Já, nokkra. Já, nokkra. Fullt að vinna manna. Já, nei, ég segi hann. Ég sko, svo kallar ekki tala við þá, sko. Nei, ég veit það. Svo var þetta erfitt, sko. Ég var með, kallar á fund bara til viku og þá var sagt mér hérna nafni Sölvi Rótti sem þekkir þú hann, bara fekk hérna blað hérna og skrifuð hérna. Ég bara, já, hann er bara besti varnarmann sem ég séð, bara til að fá hann, sko. Þetta er góður sann, sko. Já. Og hérna, það bjargar mér alveg að fá hann, þú veist. Hann kemur þarna. Já, hann kemur, sko. Og svo erum við með Brassa og Argentínumann. Já. Og þeir eru svona mjög tæpir í enskunni og það kýmur hann tala ekki stakt, sko. Þannig að, þú veist, þetta er svolítið svona, þetta er krefjandi. Já, hvernig var svona æfingum í Kína, þú veist, var þjálfarinn, talaði hann ensku eða kínversku eða var... Byrjaði þannig, mjög sérstætt, sko, sem ég var ekkert búin að, sko, gera mig grein fyrir að hafa kínversku þjálfari og hann, túlkurinn var bara hérna onni í mér á æfingum, sko. Hann var að segja eitthvað, hann var alltaf viðbjóðslega hratt, sko. Túlkurinn var bara hérna að segja mér hvernig, það var ógeðslega erfitt fyrst, sko. Svo hefur maður lent í svo aftur, sko. Það var challenge, svo fengum við nýjan þjálfara sem var svona gamall legend í boltanum, hann talaði, sko, þá breytist það allt einhvern veginn, sko. Já, ok. Þannig að það var svona allt annað, sko. Það er ekkert, maður þarf ekki að tala við kínverðina, sko, leikmennina, kannski eitthvað aðeins smá communication, sko. En að vera með erlenda þjálfara, það er leikbreytir. En þú varst í Kína, nenntur að vera þarna? Og sem er svona 2 vikur, varstu bara svona, ég nennis ekki. Já, ég hafði gaman að þessu, bara annað hver maður vildi koma í heimsókn til mér og svona, maður hafði alveg, nóg af, heimsóknum og svoleiðis og þú veist, maður var alltaf með frúnni hérna og en ég hugsaði svona fótboltalega séð, sko. Allir voru bara gagnrýnda þvílít, sko. Það er bara verilega búið núna, sko. Af því að, þú veist, ég átti þetta góða ára undan og hann er bara að leita peningurum og þarna hugsaði maður, ég árinu ekkert að vera elta peningir þarna, sko. 25 fullt eftir, þannig ég var alltaf einhvern veginn svona, þú veist, ég var aldrei að hugsa að ég fekk 3 ára samning, ég var aldrei að hugsa að klára hann, sko. Nei. Eftir 1 ára þá var ég alveg bara, bara komin á. Já. En hvernig var deildin sjálf? Þetta er ógeðslega skrítið að útskýra það einhvern veginn, þegar þeir voru bara fylltu bara öll lið af 4 bara klassa leikmönnum í lið, erlendum, og svo eru bestu kínverðarnir alveg góðir í fótbolta, sko. Það er stór þjóð, sko. En þú veist, þannig að þetta var ekki besta deild sem ég spilaði, sko, ég veit ekki það alveg, en þetta var samtalið, ég tók þessi ekki alveg nú alvarlega hana, með hvað ég gerði árið áður. Ég var bara svona, nú er maður komið með samning og bara setti svolítið lappirnar upp á borð, sko. Maður var ekki að leggja nú mikið á sig einhvern veginn og meira bara svona að njóta lífsins og fá sér góða mat og fara að versla og eitthvað svona að kjafta það, sko. Þannig að, þú veist, ég átti svona bara ágætis tímabil út af því, hefði maður gert alveg á 1 milljón, það verið allt öðruvísi. Sér þetta í? Já, maður bara vissi ekki betur. Maður bara, þjált bara að nú er það komið hérna samning hérna, getur maður bara verið eins og einhver kongur, sko. Ef við endum á að vinna bikar, við vorum aldrei best að liða þessari deild, sko. Nei. Endum á að vinna bikar á fint, en ég sjálfur geti gert það þótt ég að velja skora mér mörk og svona. 13 í... Vannstu bikarinn? Já, unnum bikar. Það var erfitt, sko. Það var bara, þú veist, heim og heiman undanúrslið, heim og heiman í úrslitum líka og spila á móti hörkuliði hérna í úrslitaleikur með Tim Cahill, Demba Ba voru bara frammi, sko. Það? Já, ok. Það var alveg, þetta var alveg hörku menn í liðunum, sko. Þannig að það var, það var svona kannski svona aðal punkturinn annars, sko. Hugsaðu bara, ég ætla að reyna að koma mér í burtu eftir þetta tímabil? Í raun og veru ekki, maður vildi, maður er alltaf með góðan samning hérna, ég hugsaði, er ekki búin að gleyma mér í Evrópu og svona, en svo kom nýjir eigendur og svo var að styttast í EM, sko. Ég var í landsliðinu ég var í Kína, sko, en maður alltaf að tala með, menni sem er í Kína, ekki verið landsliðinu, eitthvað svona, ég vissi ekki betur, sko.
svo kemur bara EM sko, þannig ég hugsaði bara, vá, ég þarf að fara bara í einhverja alvöru deild sko til að bara vera, þannig að langar öllum að fara með á EM og svo koma bara nýjir eigendur, bara kaupa lið, kaupa Ramírez og Chelsea, Alex Teixeira og eitthvað fullt af einhverjum brössum sko. Það var bara sagt í okkur sem voru að það bara, það er ekki nógu stór nöfn sko, bara, það var annarkvort bara, þá var maður að pæla, ok, borgið búið samningin, takk, ekki sérs og þú veist, bara megið fara sérst megið verið í varaliðinu bara þá, bara með samningið sko bara í varaliðinu, já svo fyrir Sölvi sko í næstu í Kína og meira þess að hinni tveir sem voru mjög góði sko, Brassin og þeir voru konur í næstu bara með, þú veist, sama díl og ég, þú veist, 31 árs ég satt bara no problem sko, en ég var 25 ára sko. Er það að tala um no problem, bara chilla og fá launir sín og slagur? Þú getur farið í næstu sko, bara á sama, þú veist ekkert þess. Þeir voru allir bara, þú veist, þeir náttúrulega voru, það var ekkert stress á þeim að þeir voru, þú veist, allir konur í 30, ég var bara 25 en ég leitað frama, sko, þú veist, það var ekki, þú veist, að leita einhverju, sko, sérstaklega fyrir, sko, EM, allt í hennu bara komin í næstu til Kína, sko. Já. Ekki lítið neitt rosalega vel út, sko. Svo er náttúrulega sást líka eins og EM og HM, þú þarf jafnvel ekki að vera í neinu liði til að spila, sko. Nei, það er nú hann. Vissum það ekki þá? Nei, ég átti að vita það. Þetta var bara, þú veist, eins og segir landsliði, sko, þetta var bara það rútínera, sko, þú veist, það var ennur samanliði bara 3-4 ár, og það gekk þokkarlega hjá þeim, það verður að segjast. Og svo ferðu þið verið til Svíþjóðar, hvernig var að spila fyrir liðan svo Malmö? Það var pressa maður, ég bara, veist ekki við, sko, ég við náðum góðu samkomulagi við kínverska klúbbinn að fara þangað og ég hefði getað farið til fullt af klúbbum, sko, Tyrklandi, Hollandi og Molde, ég man sko þegar ég var búin að ákvæða þetta Malmö og hringir Ole Gunnar Solskjær í mig. Ég var að hugsa Ole Gunnar Solskjær. Hann hringdi daginn á þau, sko. Það er bara, bara sama á Malmö gerir, bara við gerum það líka. Og ég var bara, ég langaði ekki aftur Noregs en að fá símtal frá honum. Hann sagði líka bara, gott tímabil hérna, við ætlum að koma í Premier League. Það er bara svona, það gæti nú kannski mögulega, ef ég ætti gott tímabil, sko. En, þú veist, ég var ekkert búin að ákveða það og, fer sér hangað og þú veist, það er bara að spila, þú veist, maður fattar þetta ekki alveg, það er bara 20.000 manns, 25.000 manns okkur næsta leik og öll borgin bara 400-500.000 manns, það er bara Malmö og þú veist, þú mátt ekki láta sjá þig, þú veist, okkur pubbarna eða mátt ekki láta sjá þig eftir klukkan 11 á kvöldin, þá fær klúbburinn mail, sko. Við gerðum ekkert Já, þú leikmenn. Já, ok. Þú veist sama þú vinnir og ef þú vinnur en ekki nú svona fallega, þú veist, þá er allt brjálað, sko. Það er alveg verið á Twitter ég er nú gömul Twitter legend, þannig að það er nú verið á Twitter aðeins að bönni það, sko, saman hvað gerist og ég byrja átti lélega start, sko, skoraði ekki 6 leikina. Það var bara what a waste of money this guy, sko. Já, bara, kvíðakast, sko. En svo hendi ég einhverja þrennur og þá bara held ég ekki sleppti að skora bara einasta leikanum með það og gekk frábælega. Hvað er þetta svona grjótharðið stuðningsmenn? Bara Svíþjóð er bara eitt að harðast þar, sko. Er það? Maður myndi ekki halda það. Það er lúmst. Maður myndi ekki halda, þú veist, Hammarby þeir bara með 30.000 manns að koma í einasta leik þóttir að það fallið deild. Já. 30.000 manns alltaf, þannig að þetta er klikkað. Þeir eru ekkert í Premier League, sko, eins og í Noregi þá er þetta svona Premier League nr. 1 sem er nr. 2, sko. Þeir eru alveg, sko, vel passionate, sko. Það er bara sænska deildin þar. Já, nr. 1 og 3, sko. Maður hefur tekið eftir því, þú hefur líka mætt í þessar deildir, sænsku og norsku og þú bara pakkaði þeim alltaf saman. Já, það er náttúrulega, þú veist, þá eins og ég segi, það er mikið verið að, þú veist, fylgjast með þér, þú veist, bara með hausinn í lagi, þú veist, og maður veit bara, ég nenni ekki að fara að klúðra eitthvað, að fara að vera eitthvað svona, ekki nú eitthvað stand, eitthvað meiðast, eitthvað svona, ég ætla bara að gera þetta bara 200%, af því það er alveg, þú ert dæmdur bara fyrir einn leik, sko. Maður finnur allan miklu meira fyrir, svo fer kannski í Tyrklands, þú veist, og ert alveg dæmdur, en þú skilur ekki tungumálið, þú veist ekki hvað er í gangi. Já. Þannig þú ert svona svolítið svona aware, svona meðvitaður, þú veist, allt annað og þú veist, það fer strax til Íslands náttúrulega fréttirnar, þú veist, bara hvernig þetta spila og svona. Þannig að, þú veist, maður vill það, þú veist, það er, sænska deildin er bara mjög góð, skilur, 5-6 lið bara sem ætla að vinna deildin einhver einasta ári og þú veist, hörku erfið, eins og segi, ég átti 6 eða 7 leiki bara sem ég var ekki bara lélur í, því ég var bara ekki einhvern veginn komin í stand og já, þú veist, þannig að það er hérna, maður er búin að spila vel þar. En þess að þú skorar ekki fyrstu 6 leikina, ertu farin að hugsa bara eitthvað geti klúðrast? Ég bara, já, fyrir EM, sko.
Þetta var fyrir EM, já. Það var fyrir EM, sko. Ég bara var farin að biðja pappa einhver kvíðalyf, sko, hvað geti græða hérna Suðurlandinu, sko. Svo var ég að fara að eignast barn þarna nokkur, sko, þetta var allt í graut, sko, og EM að dett inn. Og sko, guð minn góður hvað það var erfitt, sko, með allt þetta á bakinu. Þannig að ég sést þá gerði þá bara eitthvað sem eina sem þetta gerir svona, ég fór bara að æfa meira og þú veist, svo kom inn enn þrenna og þú veist, þá bara einhvern veginn fór þetta smetla, sko. Það róðust töðunar. Það er að róa, sko, sammátt fóða boltan í því og einu, sko, þá er það bara það breytir ykkur, sko. En eins og með nýja þjálfarna, þeir áttu einhver samtölu hann að þú fáir að taka meira þátt núna? Núna? Já. Nei, ég hef ekki talað við hann, en ég hugsa samt, sko, þú veist, eins og ég sagt kannski áður að það er betra að hafa kannski einhvern ungan á bekknum heldur en ef ég var eitthvað á bekknum hann 33 ára, sko, svona það er mínum mati, en þú veist, ef ég væri til að spila núna bara full að vera að skora og full, þú veist, það myndi mögulega heyra í mér, sko, það er ekki það, þannig að, en þú veist, við erum með flottan hóp núna og þú veist, ég síðustu kannski 2-3 mánuði var ég ekki að spila rosalega mikið, þannig að það er svo sem, það er ástæði fyrir því, sko. En við förum yfir í Ísrael, æventýri þar. Voru grjótari stuðningsmenn þar líka? Já, það voru eiginlega verri enn í Malmö, sko. Já, það, snaruglega. Já, það er bara rosalega, sko. Veist, og það er bara líka þannig að vinnur 1-0 á móti liði sem er neðalega þá bara baular á þig, sko. Já, ok. Og þú veist, já, ég byrjaði vel þar, sko, en ég fór þangað bara að loka þetta í glugga snart, sko. Ég var bara í Malmö í 6 mánuði. Já. Ég ákvað, þú veist, taka bara skrefið þangað að því að þegar deildin í Svíþjóð búin, þá var bara nóvember og það var bara lið, þú veist, minna pæli leikmönnum og ég var, þú veist, fer langmarkaðistur og efstur í önnum deildina í Svíþjóð alltaf. Kláraður deildin í Svíþjóð? Nei, já, þú var samt markaðistur. 20 leiki af 30. Já. Ég var markaðistur fram í síðustu umferð. Já, fram í síðustu, já. Það var í markaðistur bara og ég var að horfa á síðustu umferð og kemur gæði og skor 4. Nei, það? Þannig að ég... Riggt? Já, þetta var rigga. Match fixing. Nei, sko... Já, það var aldrei skemmtilegt, sko. En ég sankaði mér einhvern velunum fyrir það tímabil en ég vissi alveg, þú veist, samátt ég hefði bara skorað 30, sko, þá er það bara í nóvember, ég lendi líka í það er ástæðan fyrir endaði í Kína, sko, eftir tímabil, svona, hvað kallar maður það, vetradeild, sumardeild, já. Það er bara markaðin frekar svona, hvað maður segja, frekar döll, það er lítið í gangi. Ég nefndi ekki senn svona, ég fekk Malmö sagði já við, sko, einhverju risatilboð frá Ísrael. Búnar að fá, þú veist, það voru liðið svo, Stuttgart og Norwich og fleiri liðið búin að koma með tilboð til Malmö. Þessu er bara, við viljum miklu meira en þetta, sko. Svo kom bara, þannig að Ísraelandar og mötsu það. Þetta var reisaklúbur, voru í Champions League ára áður. Ég sagði bara, þú veist, ég ætla ekki að segja nei við þessu. Og það, svo skoðaði maður svona umhverfið þarna, sko, það voru harði tímar hann í Sýrlandi og fleira, sko, svo verið skoða mappinu, sko. Þetta er á, sko, það var hættusvæði. Það ekki? En ég var að fara þarna með bara, sko, 30 mánaða gamlan dreng, sko. Þannig ég var svona, ég og pabbi vorum að skoðum þetta, sko. Skoðum þetta og borgin alltaf geggjuð, sko. Og landið er bara frábært og safe eins og maður sem myndi halda þetta hvort það er safe eða ekki, sko. Mjög safe, sko. Þannig að við ákveðum bara að skella okkur á það. Þar ertu með bilaða stuðningsmenn og startið var gott, ég man við vorum að spila í Evrópadeildinni á móti Zenit, vinna 3-0, 75 minnir búnar, fyrsti leikur minn í Evrópadeildinni og þöpum 4-3, fá rautt, og maður held í, sko, 1000 manns á æfingarsvæði daginn eftir, sko. Shit, það? Ég er bara þetta í viku, sko. En er Ísrael eins og þessi borg, er þetta svona ógeðslega flott borg, svo rétt fyrir utan borgin það er bara viðbjóður? Raun og veru ekki. Raun og veru ekki, en það er öðruvísi borgir. Þú veist, svo fyrir það nær Ísrael sem að til að við séum miðunni, svo er Haifa og hinum megin sem er rétt hjá Líbanon, mjög flotta borgir, sko. Svo kemur inn í borgir sem er kannski meira svona, það er alltaf svolítið splitta, þú veist, Palestína, Ísrael og svona, þannig að kannski öðruvísi trú og svona, allt öðruvísi svona lúk. Já, maður sé svona vídeo, maður sé svona vídeo, það sem er allt ógeðslega flott, svo bara snúið kamerunni, það er bara, þú veist, heimstyrjöld. Já, það er svona, það er alveg til, sko. Já, það er ekki að það. Nei, það er ekki alveg allan ekki kring. Svo verður þetta í Jerúsalem, sko, þá ertu komin bara í, þú veist, þá er þetta alveg bara allt svona hvað maður segja, miksað með trú og þú veist, eins og sé Ísrael, Palestína, Arabar, Gyðingar, þú veist, þetta saman, sko. Þannig að það er svona allt öðruvísi, þú veist, system. Já. Hitt er meira svona Evrópu. Já. En já, maður sjá. Eru Ísraelar reiðir?
eru brjálæðir. Það ekki? Það bara mjög reiðir í grunninn, sko. Já. Það svona bara vilja að það gerir strax og engi þolinmæði ekkert einhvern veginn, sko. Það eru mjög svona, mjög ljúir svona þegar þú ert komin inn í mjúkin hérna. Já, krefjandi. Já. En þú átti mjög góð tímabil með Tel Aviv. Já. Klálega markaðistur fyrst tímabilinu, setna tímabilinu næst markaðistur í deildinni. En þú veist, það var alltaf, þú veist, þú var alltaf pirraðar yfir og ekki unni deildina. Deildin var mjög sterk þarna, það var miklu sterkar heldur en í dag, því það voru miklu meiri bara allir að satsa, sko, þú veist, öll liðin voru að eyða rosalega þarna. Bara í leikmenn og allt, bara 4-5 topplið og það svona, þetta svolítið svíþjóð með það, vart með 4-5 lið vilja vinna deildina bara hvert einasta ár. Það er þetta að spila leiki kannski með 30.000 manns bara að gegja, svo kannski spilum við liðin í 12. sæti, þú veist, þá bara 5.000 manns og þú veist svona samt erfitt af því að þú svona ert að vannmeta svolítið aðstæðuna, sko. Að þú hefur spilað í fullt af löndum, er eitthvað svona atvik sem þú manst eftir, það sem þú hugsaði bara hvað er ég komin út í hérna? Já, þú veist, það er alveg stoppa leikir á löggunni, sprengjum inn á völlin og eitthvað svona dót, sko. Meira sér í Svíþjóð, sko, þú veist, það var að spila mútið Gautaborg og það er hent hérna sprengjur eftir á leikmönnum okkar og línuverðinum. Hann tekur hérna hotfánan og flaggið og neglir í stúkuna, sko. Held að sé oddur hérna utan á, sko. Og leikunum bara cancelaður og bara eftir 75 mínútur, sko. Hver hendi? Okkar leikmaður, sko. Já, það? Það var sko. Svo hérna, svo er það, sko, svo endar hann okkur í dæmt 3-0 sigur, sko. Já, ok, næs. Bara að segja, Já, vel næs. Þrenna. Ég ætla að reyna að fá það skráð á mig, sko. Ég er ekki búin að skora það. Það fá það skráð á mig. Ætlar að reyna að bæta metið hjá Heiðar Helgusson? Já, sjálfsögð. Ég er bara, sko, það er nú einn ástæðan fyrir ég er ennþá að spila úti, sko. Það er svoleiðis? Ekki spurning og ég mun klára það. Í Ísrael voru eitthvað svona þekkti leikmenn sem maður ætti að þekkja. Þess að Gunnar sem nýkomið stöðu sport. Það er ekki einhverja leikmenn sem voru að spila þarna. Ossi Benajún var það með minni. Já, Liverpool legend. Já, Arsenal legend. Lélugar, Vestam legend. Það var hérna með mér í liði, geggja ykkur. Bara frábært. Tal Benajím sem var hérna í Chelsea. Já. Hann og ég vorum góði félagar og hérna hvað voru það fleiri? Nei, þetta er allt svona einhver svona bara svona fínir svona leikmenn úr hérna, kannski kom spænsku deildum og eitthvað svona. Topp deildum, sko. En eru svona kannski í minni liðunum svona. Já, bara svona mikið að solid leikmenn. Já, þú veist, ég er örugglega að gleyma einhverjum nöfnum en þetta er svona leikmenn sem svona fótbolta gómurinn myndi það ekki. Já. Ætlar að enda ferilinn hjá Selfoss? Ég held það, sko. Það er svona, það er svona skemmtilegt að enda það sem þú byrjaði, sko. Já, það er legendary. En ég er búin að láta að vita að það verður ekki alveg strax. Það er svona, ég býð til að komast í efstild, helst, sko. Ég þarf að koma þarna og, þú veist, rífa og upp og geri það, sko. Það verður gott að gaman að enda það, svona. Ertu svona liðahóra? Já. Það ekki? Ég var klanhóri í Counter-Strike, sko, ég er að tengja alveg við. Ég er bara að leita því ekki, en ég er mjög hrifinn af því að fara þegar þú ert að toppa, sko. Já. Ekki bíða hann til og, þú veist, til dæmis því fer frá, nei, ekki kannski Maccabi Tel Aviv. Þá, þú veist, ég var sérst sko, hefði ég farið eftir fyrst tímabilið, bara langmarkaðistir deildin og svona. Já. Þá er raunverulega topp, þú veist, ég var að reyna þá að fara, sko, þótt að mér leið frábæli í borginni og en þá er það að fara, sko, á þínu hæsta. Já. En, þú veist, ég er ekki að tala um að fara bara, þú veist ekki að fara í burtu meiddur, sko, en að fara, þú veist, ég myndi prefera að fara, sko, þannig heldur en að fara kannski og hótti fínt tímabil. Já. Skora þín mörg, liðið væri þriðið eitthvað svona. Já. Það er náttúrulega bara betra fyrir alla klúbbin og mig, sko. Já. Þannig ég hef alltaf reynt að svona fylgja þeirri formúlu, þú veist. Þú veist, ég kem kannski inn á eftir hérna, þú veist, það gerist þeim þegar þið voru átt í Noreg, sko. Já. Hver er ástæðan fyrir því að þú vilji fara þegar þú átti góð tímabil og lífið vel? Það er, sko, þú veist, kannski ámar ekki að gera þegar maður er eldri, það er mistök að gera það, sko. Ég ætla að mistök að maður fara frá Ísrael, sko, sem dæmi. Þeir þurftu að gera út af Financial Fair Play, sko. Það voru ég og annar leikmaður hérna, markmaðurinn í Mallorca í dag, þú veist, við vorum svona báðir sem að geta farið á svona ágætis pening. Þeir þurftu bara, þeir voru að eyða svo mikið að, þú veist, þeir bara þurftu að balansa þetta eitthvað. Þannig að það var svona, þeirra von var að selja allan annan okkar, koma fín tilbúið mig þannig og ég svona bara, þeir bara, og það er ekki besta mús sem ég tekið, sko. Nei, nákvæmlega. Og hvað gerir svo eftir Ísrael ævintýrið? Það verið til Rússlands. Rostov, 8 leikir. 0 mörk. 0 mörk, maður. Það er líka, sko, það er eins og talandi mínútur, sko.
bara, já, spilaði bara 8 leiki og skoraði ekki neitt sko. Já. Veist, ég var inn á korter í einu Já, það svoleiðis, já. Ég er alltaf þannig sko, ég fór að spurði sem þjálfarann, ég var sem stýrasti leikmaður sem keypti þangað bara ever. Ok. Þannig að ég held svona að væri bara, þú væri bara beint í lið, bara spilar í gang Traust. eins og annars staðar, þá var maður alltaf bara beint í lið, bara þangað til að byrja að skora, árið konur í gang. Og já, þú veist, það var bara andstæða við það sko, og þú veist, þeir náttúrulega voru í öðru sæti, bara sem að freka mikið með þann klúbb og þú veist, breyti því ekkert. Við kemum að það eru 4 íslingar og þú veist, bara 2 að spila frammi og þú veist, þeir voru bara að spila frábæla saman og ég hugsaði með bara okkur að fá mig, þú veist, bara búin að vera í mánu og það búin að koma inn á bara 4 sinnum í 10 mínútur korter í senn. Ég sagði bara, hvað á ég að gera þarna? Talaði við þjálfarann og það var ekki vinsælt sko, einhvern veginn, þetta spjall sem ég átti við þjálfarann fyrst mér sko. Okay. Það var ekki til að laga stöðu mína sko. Nei. Ég átti bara að berjast einhvern veginn inn í lið. Og svo manni sko, ég átti einhverja æfingu þarna sem að vorum að ferðast eitthvað hérna, milli sko 5 tímabelta eitthvað og séfi einhverja 3 tíma, kemur æfingdaginn eftir, 30 gráður úti, mista morgumat, ég var svona nánast og setna æfingu, bara valla búin að hafa með vatn sko. Herru, ég fæ bara svona, bara sjóntröfn að sé ekkert, það var bara hætta æfingu, það var ógeðslega æfingu. Ég bara kallar að fund bara og sagði, herru, þú ert ekki í formi. Já, ok, og það var ekki hlust á eitt, þetta var ekki til að hjálpa mér neitt Nei. Og bara einhvern veginn svona í kjölfarið bara, þú veist, þá var bara fjall ekkert með manni hann, sko. Svo átti maður eitthvað 1-2 fína leiki, fekk einn í startinu. Það var ég tekin út á 50, sko. Yes. Hinn skoruðu bara, ég bara Já, það skipti ekki bara hérna og ég tekin út af bara eins og ég hef bara Þú hafði klúðrað öllu. Já, þess að ég hef bara fengið á markið sjálfur sko. Þannig að það var eins og segja, skiptir öllu og fer í klúbba, þjálfari þar að vilja. Ég held að það veri meira svona, það var svona umbóðsmanna forseta game sko. Já. Það er svona flott múa pappir sko. Þú varst að vita það, ég held að þjálfarinn ekki vita eins og hvernig típa leikmanni væri sko. Þannig að það voru mistök, sérstaklega kemur á góðum stað, bara ein svona mistök, það svona setur fyrirlina svona pínu niður, af því að þú veist, svo tekur sko næsta múf og það mistök, þá ertu bara, herru, þá ertu komin á 0 punkt sko. Þannig, þetta er svo fljótt að gerast sko. Já. Svo varstu bara lánaður í eitthvað tíma, fóst þannig hvað, til 3 mismundarlanda? Já, fyrir byrja Hammarby, ég var sérst hérna, svo sagt að bara eitt að spila bara árið eftir, sérst hérna setni partinu tíðanbílinu og ég gef allt í það maður og skori í öllum aðingarleikjum og svo er bara sagt, heyrðu, þú ert ekki, fittar ekki alveg inn í systemið og það var alltaf bara laukrétt sko, bara þetta var svona íslenska landslega á styrum hann í galanda sko. Okay. Já, bara nelt og út í hótt og hlaupa sko. Já. Og hérna og ég sérst, þá var ég bara allir konum mars, þá bara hef ég sérst í janúar ætlaði að fara til Tyrklandsláni en ég mátti ekki, þá var ég búin að spila með 3 klúbum heitt tímabil. Já, það má ekki. En ég mátti ekki, þá var ég bara fýtt klúbur í Tyrklandi og hérna það var bara nánast bara skrifa herri, þetta má ekki þegar ég spilaði í Evrópudeildinni undankeppni með Ísrael sko. Og þannig að ég fór til Hammarby og fór þar á svona eini sens sem var að fara til til Skandinavíu eða sko Bandaríkjana tilbúið frá New York líka hana. Er það svona, þú ferði ekki til síðan aftur eða? Ég hugsaði það sko, það var líka sko ég var að fara, ég veist að það er eitthvað svona limit þarna okkur, eitthvað svona kappan eins og í NBA sko. Ég veist að taka helmingslaunalæknum til að fara láni til New York. Vill ekki sjá það sko. Ég var svona hugsaði með mér sko, ég hefði þetta verið bara venjulegt sko. Á hérna ekki það er eitthvað mein málið en ef ég farið þangað, segjum að klikki eitthvað þar þá er ég bara komin í sko Völsung sko. Fullir vinningur í Völsung. Og svo saknaður náttúrulega Rússland, svo fórst bara aftur fórst í Rúbin Kassan. Já, Rússlands hjarta slóa eins. Já, sló fast. Nei, sko, ég er náttúrulega, ég gengur vel í Hammarby og svona komin bak og drakk, en þeir ráð öllu, þeir vilja alltaf fá pening fyrir mig og svona. Já. Þeir eru vinaklúbar, Rúbin og Rostov og Zenit, þetta er svona, og ringa ekki, skipta svona mikið á leikmönnum. Já. Þeir eru bara, segja bara, heyrðu, það er bara búin að samþykja lánstilboðina frá Rúbin 1 ár. Þá var ég bara svona og þú hefur ekkert þetta að segja þannig séð? Sko ef ég vilja fara eitthvað annað þá ég þurft bara að fá klúbb til að setja út auðra á borðið sko til að kaupa mig og eitthvað svona og það einhvern veginn það var reynt sko en þeir hefðu alltaf einhvern veginn svona loka svarið og þeir voru svona eiginlega búin að bara græða þetta og þangað fer ég og það var eins og segið,
mæti hana sko, þetta rosalega fyndið sko, ég mæti hana í júli, ágúst og það bara 35 gráður, mæti á eitthvað hótel, sundlögar, ég bara, þetta lífið hérna? Já. Það svona 2 mánuðir að koma sko -15. Já, það? Já, ég bara var alltaf að bút sko. Yes, maður. Ég byrja ágætlega að skora eitthvað hann í byrjun, svo erum við með Kvara Donna hérna í Napoli, hann var í þessu liðið mitt sko. Já. Og það var bara sko meðalaldur var svona 19 ára og ég bara Okay. og liðið var bara ekki, þú veist, það var ekki tilbúin í rússneskudeildina neinuleiti og bara boltið sér spilið allt þetta, þú veist, ekki það maður getur ekki alltaf kent boltana sem maður spilar sko, en það var bara ekki nærrið þín og góðu fyrir önnur lið, byrjun var fín, svo bara svona feitaði þetta einhvern veginn út og það þjálfarinn fauk og þetta svona ekki líka, rússneskudeildin ekki deildin svona fyrir markaskorara sko, þannig sko. Þannig að ég sem betur fyrir að það búið bara hann mjólin. Þú talaðir einmitt að hendi þér best að vera í liðið það sem, þú veist, liðið með mikið possession og ofalega í deildinu og svona. Já, ofalega í deildinu sko, þú veist, upp að því að flest liðið neðarlega eru að spila svona aftalega. Já, svona bara survival fótbolta svolítið sko. Já. Og þú veist, þannig að ég ætla að gengi langbæst í liðið sem er á, þú veist, við toppin og þú veist, það er eftir með leikmenn sem geta bara, þú veist, bara gert þig að miklu betur leikmenn líka, sko. Bara matta. Já, basically, sko. Og þannig að þú vilt bara spila svona bolta sem að vera að pressa hátt upp völlin, eða, þú veist. Já, þú veist, bara lið sem eru, þú veist, með 11 leikmenn liðin sem eru þægilegir á boltan og, þú veist, það er verið að negla boltan minn í teig og bara svona, þú veist, og svona með svona já, bara svona pressa á sér að vinna, sko, þú veist, færðu þín færi og svona, svo, þú veist, kannski liðið, þú veist, eins og Ruben Kassan og fær kannski 1 færi í 3. leik, sko, svona dæmi, sko, gerir og lítið fyrir þig. Já, verður eiginlega bara skorið þessu eina færi. Já, bara þannig, sko, það festist í þér, sko, færið eina færi og, þú veist, fara að ofhugsa og allt þetta. Nákvæmlega. Og svo enn eitt ævintýrið, þú færið til Tyrklands. Já, það bara versta tíma mögulega í þetta lið líka, sko, þeir voru 4. eða 5. en árið áður. Já. Kemur þeir eru ekki búin að vinna leiki, ykkur 10 leiki, sko. Það er vesen í Tyrklandi. Bara líka, þú veist, það er bara vesen á öllu leiti, sko. Og svo kemur COVID og sko ég sést ekki búin að æfa hann í 2 mánuði, ég sést ekki búin að spila, fyrir síðan þanga beint í tímabil, ekki neinu standi einhvern veginn og svona kemur síðan í gang og er svona dett í gang koronavírus kemur og hérna tókst í fagnandi ég bara tók það á kassan og þeir bönnuðu leikmönnum að fara og nokkuð leikmenn sem tók bara engaþóttu fóru bönnuðu leikmönnum að fara, ég vildi vera svona lojal og ég bara var eftir. Ég var bara einu útlendingur eftir í borginni og búið að loka, búið að girða borgina af fyrir að tala um það sko. Þannig ég var upp á 13. hæð okkur hótelana í 1 mánuð. Úff, hversu einmann varstu? Ég var að deyja sko, ég er nú góður með sjálfum mér sko, en hann var að gera einhverja, var að gera heimaæfingar eins og allir voru að gera hann og eitthvað alls konar dæmi sko. Spengvæðir. Já, alltaf, bara svona á tempói. Já, bara góðu tempói, skilur þig. Nei sko. Og það bara, eins og ég segi, það var hrikalegt sko. Svo allt í einu sögur eftir 30 daga er búið að læsa öllu, bara gera allar borgir af, bara heyrðu þið megi fara. Maturinn var nánast búinn í borginni sko, þetta er miðju Tyrklandi. Þið megi fara síðan, svo þá bara getið þið ekki. Það var góður á dí. Já. Það var annarkvæmst að taka engaþóttu. Já. Íslands fyrir sko 10 milljónir eða eitthvað. Eða ég að taka 12 tíma leigubíl til Antalya. Já. Með sko einhver vottorð með mér en ég mætti ferðast. Já. Það var einhver flugvél að fara til Svíþjóðar með einhverjum sænskum íbúum bara forðast sko því að ég heldur að það væri bara að fara að láta lífið þarna korona og ég tek þennan 12 tíma akstur á mig hérna á hörkunni stoppar á einu stað 2 tíma í Antalya og bara meina rangur ég ætti bara að stoppa mig þar en ég veist að við náðum að græja viðtalið með meijórin í borginu og láta hann hérna kött á línuna koma út til Antalya. Þetta var bara þetta endar í bókinni sko. Það ekki? Jú, og næ síðan fluginu til Svíþjóðar og býð þær í 3 daga og svo til Íslands. Þannig að þetta gat ekki verið verið tímabúið til að fara til Tyrklands. Það er margir leikmenn sem fara ánga, liði vel og bara geggjað. Já. Hinn helmingurinn kannski kvartið launum og svona, þeir eru ekkert að stressa sig á því í réttum tíma og svona. Þannig að þetta var maður manlítið svona fótboltalega eftir Tyrklands. Djöfull var það gaman maður. Já, segi það seint sko. Já, og svo ferðu aftur til Vålerenga og ert þar lengsta
bara 3 season. Já, í raun og veru, sko, kemur þeim mitt tíðanbíl, sko. Hann bara staðan hann á fótbolta heiminum að menn eru bara að segja, þú veist, bara, það ekkert safe lengur, allir samningar mann lækka helmingi öllu, einhvern veginn. Þess að í Tyrklandi fengum ekki borgaði 6 mánuði, sko, og, þú veist, svona alls konar rugl í gangi. Þannig að ég hugsaði bara að ég ætla að fara eitthvað safe stað, taka fjölskylduna með það, því hún var svona, meðan ég var í Tyrklandi og Rússlandi, var hann ekki með mér, sko, mikið á Íslandi. Þannig að ef við förum til Noregs og á frábært hálft tímabilar og endum í 3. sæti og ég hugsaði með mér leið, þetta var gott, ég ætla að fara. Já. Því að þetta var, veist, það kom fullt eftir þetta, sko. Já. Og ég var svolítið svona, stóðið smá stappi við okkar menn í Vóluengi, sko, þetta séu allt góð vinni minni, sko, að því að, þú veist, ég hugsaði með mér, þú veist, ég er 31 á þessu ári, sko, ári sem var að koma eftir 2021. Ég verðilega bara, þú veist, verðilega að fara, sko. Og það var tekið fyrir það. Bara sagt að við ætlum að vinna deildina næst og eitthvað svona. Svo endaði að, þú veist, brjóta eitthvað beini í löppinni og endi svona fyrsti meiðslunum bara langa tíma. Þannig að það svona fer svolítið í skrúuna, þannig að þetta ár 2001. Það árið eftir einhvern veginn ég farin mitt tíðanbíl og búin að biðja að fara lengi og svona. Þannig að þetta var ekkert rosalega góð tími þetta í Noregi, af því að ég var veist, kannski smá minnst ef komið deilda sem var búin að gera svona vel, sko. Já, en því sem alltaf veist ekkert rosa gott, en veist, er það rétt hjá mér, það eru 77 leikir, 49 mörk í Vóluenga á milli 2020 til 2022. Það er tótal held ég. Ég var með tótal? Já, ég held ég. Ég var með eitthvað 90 mörk í 40 leikjum eða eitthvað fyrir Vóluenga. Já, ok. Það er alveg, veist þið alveg í lagi. Já. En þú bara saman við undan kannski hefði ekki verið betra, sko. Já, þú veist, það var fínt, sko. Já. Gotcha. Og ferðið yfir til Grikklands eða ekki? Jú. Var það enn eitt kjaftaði eða? Sko, nei. Í raun og veru ekki, því ég var með kannski með reynsluna, sko. Já. En ef þú fær frá Íslandi bara beint í Grikklands eða beint frá Noregi til Grikklands, þá svona, bara hvað er í gangi, sko. En svolítið skrítið environment, sko, þú veist, eins og til dæmis liðið okkar, 3.000 manns kannski horfa leikina. En rosa pressa kannski í kringu klubbin, sko, þessum stjórna, sko, að vinna, þeir vilja vera bara komast í top 6 og svo kannski færa á spilar leika mot Olympiakos og það eru 35 manns allt tróðið, sko, þetta er svona skrítið að peppa sig í þetta er mjög svona mikill hiti, svona passion og en alltaf öðru system í öllu, sko, bjó í Aþenu mjög fínt, sko. Þannig að en ég sé bara, þú veist, fína hluta að segja, þetta var svona ekki alveg minn svona. Þú veist þessi og ég spilaði mjög vel fram í svona janúar og febrúar fannst mér og liði líka. Svo lentið ykkur smá svona innanbúar stappið hana en þú veist, en ég hefur nú ekkert nema gott að segja sko og þú veist, það endar allt vel og ég veit það alveg sko en bara, maður veist, þetta er fínt, sumir fílar þetta aðeir ekki, ég er ekki, mér er mjög leiðilt að vera í liði sem er bara alltaf að fara að vera í 8. sæti. Það er bara ár eftir ár, annarkvæmt 8. eða 10. sko. Það bara ekki, nenni ekki. Já, og eru að borga vel? Já, alveg fínt sko, þetta er náttúrulega, já. En er ekki einhvað svona, var ekki komið upp eitthvað kjaftaði sem þeir eru ekki að borga og... Sko það er í líf, ég held sé bara í flestu liðum sko, svona við miðar að hafið sko. Er það bara fótbolta menningin? Já, þetta er bara líka öðru, þetta er ekki mánalega kannski, þetta er einhver x-greiðslur yfir tímabil og svona. Já, er þetta eitthvað svoleiðis líka? Já, þannig að það er sko, það er dæmið og svo er alveg, þú veist, Noregi, Ísrael, fleiri löndu sem ég var í Svíþjóð, þú veist, það var bara fyrsti. Þú veist, allt svona bara eins og við þekkjum þetta. Allt eru í system að það, sko. Og þessi menn sem er ekki vanir í, þá verða svolítið svona, kemur smá, verða svolítið súrt. En, þú veist, eins og þessi klúbbur er bara með gott orða sér vanlega það, sko. En örgulega fleiri fullt af vesinni, sko. Já, algjörlega. Tel Aviv, voru þeir að borga vel? Já, það er borgað mjög. Það ekki? Það er ekki helst veist. Það er besti samningur hjá. Yes, maður. Það er líka, ég fer á svo dýru verði og þeir eiga bara einhvern ríkan eiganda í Kanada, sko. Bara dælirinn. Var ekki plötur hjá þér í Ísrael? Plóterinn kom. Plóterinn kom. Og skoði menninguna. Já, skoði menninguna. Man hann eftir menningunni, það? Já, hann svona, ég og Fjallar vorum svona sjáum hann. Já, hann er drikkveldur, sko. Já, hann er rennandi blöður. Já, hann er vel blöður, sko. Já, ég hef ekki bara að ræra hans í honum líka. Herðu, veistu hvað? Ég er nefnilega Svavar í fitnessport. Hann senda Já, testabústarinn. Hann senda á mig. Hann sendi voice clip á mig. Hann er eitthvað skrítið. Hann er vanur að skrifa, sko. Það er ekki tíma.
og það keira á eitthvað. Já, hann er að keira, betur hvað segirðu? Já. Sæll Jeppur maður, Svavar í fitnessbóttið og maður, djöfull er ég þunnur maður, ég er alveg mökk. En herðu, átti ekki Ronni ammali gera það? Skilaði hnefa í nýra frá Svavari, hann veit hvað ég á við. Herðu, ég frétta vöggeitin og er að koma. Sitt Jeppi, ég er svo þunnur. Þessi Stafford Jimmy fitnessbótt er eitthvað annað. Allega, sittu þau. En ég labbaði til dæmis nú alla staði í gær á þessa biðjuröð. Getið þið spurt, Viðar Kjartason, vöggeitina, hvort hann geti labbaði nú alla staði bæjarins án þess að rétta einhverjum 2 metra security dýraverði 5.000 kall. Gotta love being known around this fucking land. Ok, þetta er þetta smá svona. Það var í alveg gýr. Já, hann er ekki alveg hérna hóvær og þeir heita hann síðast þann. Hann er bara með hann að status. Já, hann er bara svoleiðis. Það er að síðast. En ert þú eins og Jeppi þarft að rétta eina ragniði til að komast um skemmtistæði? Nei, ég labbaði inn. Já. Það verður nú bara að segja, sko. Já, það er bara svoleiðis. Ég labbaði einu sinni í Jeppi-röðuna, sko. Og sko maður bara búið inn hjá Snapchat þarna. Það er ekki gert síðan þá. Það eru þessi líf, sko. Já, það eru þessi tímar. Það er svona að byrja þegar maður var rétt byrja að setja með fylki, svona fór aðeins að gerast, sko. Svo varstu svona fá þína menn, sko. Já. Með nokkra menn hann sem að, sko, en í dag bara, ég labba bara. Já, það ekki. Ég stoppa bara, já. Veistu oft svona hverjir í dyrunum, bara svona nikkar og stundu til þeirra? Sko, fyrir svona 4-5 ára þegar maður var grimmur í að mæta kannski í fríjónum í áskemmtistæðina, þá var það bara þannig. Já, það ekki. Ég myndi fara í dag, sko, ég er nú ekki ég er nú bara, sko, maður er kannski að fara að kíkja ykkur tímann, en já, það ekki, kíkja saman eða? Sko, já, heldur betur maður er ekki skoðað þetta lengi, en ég hugsi í dag ég hef ekki gleymt touchin í dag ég myndi tjekka á þessu, ég myndi bara rúlin. Já, ég væri svipaður ef ég væri skemmtistöður, ég væri bara með 2 vinum mínum á klósetti með einhverja líklega kipi, sko. Ég er bara það, sko. Skjálfandi með einhver drikk, sko, sama drikk allt kvöldið, sko. En Viðar Kjartason, ertu andlegur? Ferðu hugleiður, ferðu í kaldakærið, sveppate, eitthvað svona, Helga Sjón, kakó? Já, ég fyrir ekki alveg þangað, en ég er mjög mikill hugsuður. Ok. Og ég er svona kannski aðeins dýpur heldur menn halda, sko. Já. Ég veit, ég var að hlusta á Chess After Dark og svona, og skákall og hugsa hluti og... Já, ég hugsa mjög mikið, og svona ofhugsari svolítið. Ok. Og svona, ég hef alveg tekið svona mína rispu á sálfræðingum, íþróttasálfræðingum og svona. En ég er samt eins og sé, ég er kærlaus, ég lend aldrei í einhverju svona, ég þekki alveg fólk sem lendir í bara stoppi, sko, bara andlegu stoppi, hvað ég gera, bara alveg niður og svona. En ég er svona kærleysi fem með yfir þetta, sko, menn lenda allir með sér markaþurð, sko, það er ekki gaman, og kannski fallbarátt og markaþurð, eitthvað svona dæmi, og er alveg í rusli, sko, bara, þú veist, bara vel á. Já, ég er svona einhvern veginn náð með bara reynslunu og kærleysinu bara, þú veist, einhvern veginn bara láta það fara fram hjá mér, sko. Þannig að ég sé svona, sko, ég ætla ekki að tala hlutina sem ég googla, sko, nördi, sko. Já, það er bara eitthvað, þú veist. Tóti tölvukall dæmi. Já, bara landafræði dæmi, sko. Já, það er svona bara geggjað, sko. Já, það er gaman að í dag, sko. Já. Ég er ekkert af þessum eins og liðum að núti, nú ert búin að vera, þú veist, út allan heim. Ég er ekkert af þessum liðum sem er kannski, þú veist, að sleppa því að leggja inn á reikning og koma bara með umslag eða bara 5 tissot úr með nýri umgjörð. Jú. Það ekki? Jú. Svona fyrir alveg eftir hvar þú ert, sko. En þú getur alveg, þú veist, það er fullt af reglurnar eru beygðar, við getum orðað henni, sko. Það er ásamt svona alveg svona hátt sem er ekkert hægt heldur að þetta er ekkert eitthvað ógeðslega svona eitthvað ólöglegt. Nei. Það er alveg, þú getur sumstaðar verið með svona öðruvísi kröfur, sko. Og það er alveg gert, sko. Já, það er bara, er ekki svona, er eitthvað svona mafjósar, höfum við eitthvað svona mafjósarlið, það er Rússlandi, er ekki alltaf einhverju mafjósar? Sko, ég ætla ekki að leggja orðið í þinn munni en það, gefum bara fyrir svo. Og maður ég skal orða þetta öðruvísi, það ekki að henda hann til lestina eða. En já, ok, nei, við erum bara búin að svara þessu. Svarið er komið. Þetta er allt kóngar. Þetta er kóngar. Það er bara svoleiðis. Ég var að spá því minn maður, hann með Stöðu sport. Hann hættir ekki að tala. Ég er lojal það. Og hann bara ef hann sér bolta á horveran, hann er mjög kunnáttur
fótbolta og öllu þessu. Mér langar að taka ykkur í svona one-on-one keppni. Það sem við tökum og horfum á sjónvarpið. Það talar alltaf eins og ég sé Gummi Ben eftir 2 mánuðum með Stöðusport. Herðu, ok, nú ætlum við að byrja að því sko, það er bara einn á mann, fattar þú? Ég ætla að leyfa Aroni að byrja hérna, svo tekur þú næsta. Og þið eiga nefna 3 lið sem leikmaðurinn hefur spilað fyrir. Ef hún er bara einu lið, þá var 1 stig. Leðu honum að byrja þessu? Nei, þú bara að byrja. Ég get alveg byrjað, sko. Veitu, hvað? Þetta er Adebayor, skal bara gefa þér það. Adebayor? Já. Adebayorinn. Arsenal, Tottenham. Maður fær bara 3 gísk og bara það sem átt með rétt, það er bara... Já, það er stíl sem ég fær. Já, þetta er bara búin að nýta það. Hann hefur verið í Arsenal og Tottenham, ég veit það. Þetta er síðasta gísk. Ennska landslið? Nei. Úff. Hvað? Veitu, Þú spurt ekki bort? Crystal Palace gæi. Já. Ok, Arsenal Tottenham og Crystal Palace, fáum þetta á skjáin. Arsenal er rétt, Crystal Palace er rétt, Arsenal er rétt. Crystal Palace. Það hefur ekki að sagt sko. Ég ætla að segja Semassi hann í endan. Það? Nei, Já, ok. nei. Það eru 3 stig, Aron. Það er rosalega að vera með það, Semassi. Já. Og það er í stuðspil í Olympia. Shit, þessi er ekki léttur maður. Nei, þetta er Jason Park. Ok, bara takk. Úff. Ég er að gefa að greiða, kallið minn. Þetta er náttúrulega Manchester United. Vá, þessi var erfiður maður. Og var í Þýskalandi, sko. Djöfu, ég sko... Ef ekki frá því, hann hafi verið í Hollandi líka. Erstu nú að plata hann? Nei, Ok. nei. Hvert fór hann eftir Manchester? Það er sko, hann er nú ekki, sko, hann er lojal þessi gæði. Hann er mjög lojal, sko. Já, Þannig þú fegst eina erfiða núna, sko. Þú farið létta síðan þetta, já, sko. Þessi er eiginlega loyal as fuck, sko. Þetta er líka alvöru koma. Má stela af hinum, eða bara hafa þitt. Já, hann farið gíska bara 3, nei, hann var bara gíska 3. Var bara að gera regluna núna. Ok. Bara því hann var bara gíska 3. ok, Ok. Manchester United alltaf. Manchester United. Svo var hann í Feyenoord. Ok. Þú veist. Nei. Sko, býtu, ég bara blakkaði út núna, sko. Það fór í eitthvað lið í Englandi líka, sko. Það er nefnilega mál. Hvaða lið var hann eftir Manchester maður? Þessi er bara Fulham, þetta er vitlaust, sko, ég veit það. Þá tjekkum við á þessu. Hvað er Var Sverður hann í Skjartarsson með Queen's mikið? Park? Já, ég myndi eftir því. Greindist og PS var fænt. Þú varst með 1 stig. Þessi er mjög erfið, sko. Þessi er mjög erfið, sko. Já. Já. Myndir ekki eftir Kyoto Purple Sanga? Ég var með, ég held að það væri sko, það var annað lið hérna í Seúl. Herðu, það er Aron, það er Jack Rodwell. Þessi er skemmtilegur. Jack Rodwell, shit. Þessi er easy. Ok, ekki fyrir mig sann. Þetta er eitthvað svona Vestham andlit, sko. Ég man ekki eftir þessum gæja, sko. Nei, þú. Þú þarf ekki að stela og setja stuldi, nei. Það var ekki að þetta var að stela á hinnum, sko. Ég veit það. Ég myndi nefnilega Queen's Park með hinn, sko. Já, það var eitthvað lið þarna sem að fór í eftir, ég man það sko. Hann átti enga draumadaga. Nei. Maður fær ekkert hint, þetta er bara blákalt eða... Þú veit með Stöðusport, þetta er ekki hint. Já, Þetta er... það reyndar. Hefur þú hort á ensku deildina? Ég horfði á ensku deildina. Ok, þá áttu að vita eitthvað af þessu. Það er bara svolítið. Jack Rodwell. Já. Það er leikmaðurinn. Hann var svona 2010 minni með, 2008 til 2012. Ok, ég var lítið að horfa þá, sko. Hvað varstu þá? Þá var ég ykkur helið þurgli, sko. Það var ég Rívo og Mós. 2008, þá var ég bara nýfermdur, sko. Eitt liðið sem hann hefur verið í. Ok, eitt liðið sem hann hefur verið í. Það hefur unnið meistaradeild Evrópu, til dæmis. Ok, það hefur unnið meistaradeild Evrópu. Chelsea. Ég ætla að giska bara Chelsea, Everton og West Ham, þó að sé bara eitthvað. Eitt rétt. Var það Chelsea? Sjáum það. Everton. Everton City. Everton Gate. Western Oj, City. já. Svo á þeim.
City. Já, það er Hann var hérna heitur í Sönderland-seríuna þegar hann var svona launum og þau eru þriðjudeild sko, þriðjastu. Já, það? Já, mjög hérna, hefur hort á Sönderland-seríuna? Nei, bara einn þátt. Geðveik. Ég þarf að gefa því sens, ég veit ekki hana. Það tökum vöggetin við. Það er Djibril Cissé. Já. Hann var í Panathinaikos, Liverpool og hérna Auxerre. Ok, skoðum þetta. Hann er ekkert eðlilega nettur. Panathinaikos, Auxerre og Liverpool sagðiru. Þrjú rétt staðan er 4-4, það er allt nýjaft Þið hafið verið í svona svipað mörgum liðum. Já, við erum að svipa hann feril, sko. Við hugsum svipað. Er hann ekki snaruglaður? Hann er held ég alveg. Sko, hann er þessi mikið þá Byrju, hvað görur þetta? lyfjaprófaðir. Þú ert Liverpool-maður? Já, byrju, segðu nafnið samt. Nei. Gaur? Erum að lyfjaprófan? Byrju, Ertu að djóka? ég veit hver til að þú segja. Það er bara Ertu að djóka, gaur? Þú veit Er Liverpool? þetta fálir? Já. Já. Jesús. Slakað á. Já, ok, fyrir ekki. Ég vissi hver það var, ég bara nafnið datt úr. Ok. Það er Liverpool. Já. Þetta er eitthvað trick question. Ég er að trikk hverstjóna þig. Mitt. Shit, það er eins ég veit sko. Byrju, Liverpool. Þetta er samt ekki, þú veist, það varst ekki að fylgjast mikið með, þú veist, þú líklega fæðast þarna. Já, nákvæmlega. Hann gefur sér allt sem út sem Liverpool legend, sko. Ef þú kæmi með, þú veist, gauðra síðustu 8 ári í Liverpool, þá er ég svona líklegur. Þetta er svona, þetta er ekki með trikki, en það veit ekkert allir. Já, ég gisk hann hafi komið frá Man U, eitthvað svona shocker move. Ok, gott gísk. Já. Hvað er þriðja? Ok, Liverpool, Man U og hérna... Chelsea. Nei, það er ekki Chelsea. Byrju. Aston Villa. Boom. Nope. Það var Liverpool. Það er 1 stig. Það er ekki margir vita þetta Blackburn nú. Nei. Það var allir City Nei, City, já. og Leeds sem á svona aðeins að kveikja. Já, Ok, ég verð bara að preyja að hann fá eitthvað nerviðan. já. Ég horfði alltaf á hann sko. Aron 5, Vök 4. Herru, það er Napoli. Það er Barcelona. Sevilla. Það er rétt. Takk. Það er við. Það er... Var þetta búið? Það var þetta búið. Vökvillin vann 7-5. 7-5, já. 7-5 fyrir vökvillinni. Ég fekk sko Party Songs. Það er alveg dæmi, Það er sko. bara eitthvað sem að sko, spyr fjölskyldana hvort það megi skrifa undir öðru lið. Það er bara, ég ætti að klára minn samning hér. Já, hann er líka, ég er það lojalega á Dísung Park að ég á treyju með hann, sko. Ég fór bara á Old Trafford, bara stadium og kefti treyju á Dísung Park, sko. Það er minn maður, þú ertu blái, sko. Það er alvöru helvitis kongur, sko. Góður, sko. Já. Svo erum við nokkuð spurningar til þín. Já. Bara svona hinn og þessu og... Þetta komið liðið það? Nei, það er samt alveg, það er svona, mægir kaldur en það er alltaf eitthvað að gerast og það er alveg svona, það er alveg komið eitthvað í gang en það er náttúrulega bara eins og sé hvað ég vil gera í raun og veru. Maður er alltaf fengið lið, ekki það, en það er bara, er það spennandi, hvað er það í hvað landi, ég er svo sem ekkert bara að pæli því, en það þarf að vera, þú veist, það þarf að vera svona eitthvað sensible, sko, og spennandi, svoleiðis, þannig ég reikna með að svona innan mánaðar verði ég búin að síla það, græja það, sko, þannig að ég bara svona, núna er ég bara að koma sér í stand og svo sjá hvað maður svona vill, hvað leið maður vill fara. Þú eru landsleiki framöndu, þú ert í hópið, ekki? Jú, ég er á æfingu eftir bara. Kettir í hóp. Nei. Nei, ég er ekki í hóp. Nei, ekki enn. En ég ætla að spyrja líka eins og þú þegar þetta EM-HM dæmi var. Varstu trilltur heima hjá þér? Þegar varst að raðinn mörkum og sjá svo strákan að spila á EM og HM? Já, það var særandi, sko. Fyrir EM, mjög særandi. Ég bjóst við fyrir HM að því að þau múið lendi þessu áður. Já. En fyrir EM var það bara mjög særandi, sko. Bara skora fullanir í Malmö og sko, svo maður skoður hópin, sko, voru bara 3 svona pjúra sentira, sko. Og við spiluðum með 4-4-2 og ég var búin að vera í öllum hópum í undankeppni. Bara einhverjum einasta og var að skora og allt í einu bara, fáum hérna 4 hægri bakverðið með, sko. Þetta var eitthvað svona,
Já, þú veist, ég ekki að segja að það hafi endilega verið þannig, en mér varst það mjög sérstætt að... Ég man, interneti blóaði upp, sko. Já. Twitter blóaði þarna, sko, það var bara hashtag vök, bara hvað að frétta þarna. Já, mér varst það mjög sérstætt, sérstaklega, þú veist, búin að vera í öllu þessu, undirbúninum, í leiki, svo þú veist, það kemur lokakeppni, þá, þurfum við kannski að fá einhverja yngri með eitthvað svona. Já. En ég var með hlutverk í hópnum og, kom kannski af 10 leikjum undankeppni kem ég inn á 5-6 sinnum eitthvað svoleiðis og það tel ég nú alveg ágætis hlutverk sko. Í staðið fyrir kannski það var svolítið vinsælt sko hjá mörgum liðum svona í landsliðum að taka kannski með eitthvað unga svona bara fyrir reynsluna. Við erum Ísland sko, við erum ekki Brasilía sko. Og kannski tökum ekkert út á reynslu á EM. Nei, það eitthvað máli og við vorum þannig að ég hefði alveg getað verið með hlutverk til að koma inn og bara skora því að margir eru stundum bara teknir fyrir bara svona upplifun eitthvað svona. Og þú veist, ég var að gera gott, þú veist, ég skilalega hefði verið eitthvað búnar meiddur, ekki geta neitt, eitthvað svona, bara ok, fair enough. En það var ekki þannig, sko. Nei, það var ekki þannig, svo vissi ég alveg, þú veist, Eiður Smári var alltaf að koma með, sko, en, þú veist, hann var svona miðju frammeri, þú veist, svona, og ég var samt, þú veist, við vorum alltaf saman í hórnum árið áður, sko, þú veist, menn fór að tala það á, þú veist, eins og ég og hann hafi verið svona valið pikkið fjórðasendi, en það var ekki þannig, þú veist, og komu, þú veist, ný andlit með það sem voru kannski ekki í undankeppninni. Mér fannst það svona það var mjög særandi sko, ég man að ég var sko, hvort ég hefði verið bara sko, kona var að fara að fæða daginn eftir, ég og Kári vorum að fara í golf með liðinu, Malmö og komnir á sko hólu 2, einhverjum fullt af mismut hólum og við vorum að bíða eftir SMS-inu, ég og Kári sko, Kári var að fá taugaáfall, sko hann og sko, ég var bara sko bólurinn gegnblautur sko og þú veist, það var svo mikið að gerast þetta að held síðanst ég að voru pappi síðan daginn eftir nýbúin að fá fréttina bara sætlu þar því miður, það veist ekki valin, það veist ég varahópi eitthvað svona það var ógeðslánt, ég var nokkuð vissum ég er í valin líka sko. Það voru það allir vissum Já, þú veist og svo kemur þetta bara höggi andli sko. Já, þú veist, bara ég var svo tilbúin í jákvæða fréttir en svona var það þetta er rosa högg og höfnun sko, en gerði mig samt sterkari sko. Þarna var ég bara og setti bara hausinn niður og sko byrjaði að skora á milljón eftir þetta sko. En ég þetta þannig að þú veist er sagt við ykkur þið fáið SMS hérna klukkan 11 hvort þið séu hópið ekki Það var svona eitthvað sirka þannig sko. Sko. Þú veist, það var eitthvað sirka þú veist, bara tilkynnt þetta og fá vita þess áður eitthvað svona svo færið bara SMS-ið sko. Já, farið eitthvað að heyra síðan frá þú veist eins og þjálfurinn bara þú veist hver ástæðan Nei, ekki neitt sko. Svo var ég sko svo skemmtilega við það svo bara fyrsti leikur eftir EM þá var ég bara kallaður í hóp sko. Það var bara valin í hóp bara, þú maður spila frábærlega sko. Sko. Og svo var ég í öllum undankeppnum ekki aðalkeppni, svo bara aftur undankeppni HM, mættur í hóp og veist, þá var maður svona að vera takk fyrir það. Já, takk hérlega fyrir að það tækifæri. Það er engin kali sko til þjálfarans þannig sé en er mjög leiðilt að vera í öllu og líka þá undankeppni sko eftir þetta líka. Já. Og svo ekki samt í aðal gigginu sko. Já, farið að hjálpa okkur að komast hjálpa liðinu, en farið ekki að vera með þegar við komumst. Og þetta hjálpaði mér ekkert með lið sko. Það fór allir að spæla, okkur var hann ekki bara Ísland sko. Þeir eru bara með 100 fótboltamenn tótal sko. Gaurinn sem var að skora 50 mörk á því tímabili farið ekki svona að koma í landslið. Já, var að hugsa það er eitthvað sem hann lillur eitthvað svona hefði maður bara verið í hóp bara með því að vera hana það hefði verið nóg fyrir mig bara sem verðlaun sko. Já. Horfur á það þannig. Finnst þér eins og Íslandi í dag, þú veist þetta eru bara gaurar á fertugsaldri og gaurar sem eru 18-20 ára. Þetta er ekki bara blanda af ungir gömlum bara Soldið. Bara bumbubolta mót einhverjum krökkum eða? Soldið sko, en svo ertu með kannski gæði sem að spila vel Albert og Jóndaður skilur. Já. Þeir eru svona þessum milli sko. Það var mjög, þetta var alltaf eitthvað sem gerist aldrei aftur, þessi blanda sem var í landsliðinu, það var bara, maður var ungur í reit 24 sko, með yngstu sko, það var svona kannski bara 22 til bara 34-5, bara þar sko, núna er svona kannski, og mjög svona mixa þar á milli, núna er kannski meira bara nokkri aðeins eldri, svo mjög ungir, en það eru verðt með svona alveg 2-3 hana, sem eru svona aðeins á milli sko, þannig að þetta er á pappi lítur þetta þokkalega vel út núna. Já, ok. Er eitthvað svona þjálfari í íslenska landsliðinu sem bara nefndi þér minnst? Þú fannst það bara á væpun á honum, bara þetta er ekki minn gæi, sko. Hann er bara búin að sjá á augnaráðinu að hann er ekki að fara að velja mig, sko.
sko. Allir bara kókar og meistarar. Nei, alls ekki sko. Þeir eru alveg flotti þjálfar Já. það er þú veist, bara, þjálfar eru með sína mismöndi típu af leikmanni og þú veist, jafnvel karakter ég er alveg svona svolítið hávær og þú veist örgulega, já ég er samt ekkert það er aldrei verið kvartaðið mér, þú veist, að einhvern þjálfur með sér eitthvað erfiður persónleiki að taka við sko, þú veist, ég fer ekkert að vera á bekknum eitthvað brýt, þú veist, borðið sko en það nei, þú veist, í raun og veru ekki sko þú veist, Heimir og Lars, þú veist, þá eru þeir bara með sitt lið og ég var svona, þú veist, kom inn og þeir síndum, við voru oft eins og við byrjum mjög ánægð með mig að spila eitthvað æfingarleiki og svona sko, svo er það bara að þetta búið svo lengi gott, þú veist, að ég er svona aðalega svolítið svektur út í að þau ekki valið mig í lókkeppnina sko svo, þú veist, kemur Heimir og tekur 1 við og ég þekki hans frá IBVF 2009 og ég er í öllum hópunum fram síðan að, þú veist, lókakeppnina var ekki valið sko, þú veist, það valdi nokkur nýjir ungir og svona pirrað út af því en ég held að þeir eru aldrei valið mig alltaf þess að hópa skiluru hefur þeir ekki, þú veist, eitthvað eftir eitthvað, þú veist, gegn mér eða eitthvað svona eða, þú veist, ekki fílam sem karakter eða leikmann eitthvað svona en þú veist, þeir hefði fílað með þá meira sem leikmann og þú veist, þá hefði verið meira involved inn á vettinum sko. Sko. Þannig aldrei neitt eitthvað svona maður hefði, þú veist, lent með þjálfurum og verið með kannski leikmannum sem að verið kannski í liði sem að verð bara með þjálfar sem þólir ekki einhver leikmann sko, það er alveg, það er common sko, það gerist mjög oft sko. En ég er ekki samt, þú veist, að ég get alveg ímynda mér að, þú veist, ef ég væri Veröld Kjartason og væri að skora 50 mörk á deild og svo Jón Daði með 2 mörk í einhverju 50 leikjum og hann er alltaf valinn en ég ekki, þú veist, er þetta ekkert bara, þú veist, hugsaðu ekkert bara hvað er það að reyna að kýla mig í andlitið eða? Jón Daði Ég væri trilltur sko. Við vorum herbergisfélagar Hann er kóngur sko. Ekkert út af hann Nei, alls ekki og ég skil mjög vel kraftur í honum alltaf sko. Skil mjög vel og ég hef alltaf, þú veist, verið meira skora mörk heldur en hann hann var bara, hann var í ykkur sko, sérstaklega mútið stóru liðum í landsliðinu þannig svona fyrri partinn af öllar þessi velgengni þá var hann sko, sérstaklega fyrir í og við EM 2016 þá var hann bara, þú veist, spila mútið Holland, hann hætti stórleiki alltaf mútið það var eitthvað, þú veist, þannig ég gæti aldrei gefið landsliðuna sem hann var að gefa þeim sko. Og svo varstu með Kolla svona sem var meira svona í þú veist, það var bara í bóksinu og Jón Daði búin að sko bara vaða 20 kílómetra og þú veist, gera ógeðslega mikið pláss fyrir hann þannig að, og við spilum alltaf 4-4-2 þannig að hann var með sko, hann var einhverjum með það bara fríspila að var aldrei verið að leita einhverjum mörkum frá honum Nei og þú veist, svona það kemur að einhverjum tímapunkti þú veist, að fólk fyrir að bæla að byrja að hann skorar ekki sko, en þú veist, hann var aldrei sagt neitt, þú veist, þegar hann var að spila þessa leiki þegar hann var að gera svo margt annað gott sko. Já, algjörlega sko. Ég tók Jón Daði bara sem dæmi sko. Já, sem dæmi og þú veist, og ég var ekki að fara, þú veist, og Colli náttúrulega var með þetta marka rekord í landsliðinu, þú veist, ég get aldrei verið eitthvað fara í það, sko, þótt hann að bara skora 0 mörk bara í 5 ár með félagsliði, þá var hann bara með þetta rekord með landsliðinu og var að spila vel með landsliðinu, ég aldrei geta svona verið eitthvað setja mig eitthvað í, þú veist, þann pakka, sko. Nei, Colli var náttúrulega bara, þú sparkaði langan og hann vann skallaboltan bara. Svo varstu með, þú veist, Alfred líka í sumum málum, sko, hann var yfirleitt nú að skora mikið með félagsliðum, sko. Já. Það var svona alveg smá högg okkur félagar, við vorum óþað að ræða saman. Hver er besti vinurinn svona í landsliðinu? Besti vinur minn? Ég á marga góða, sko, en sko, ég og Raggi erum mjög góð vinnir og hérna Kári áður en hann var molduríkur fasteina mógull þá vorum við góða vinnir of góður fyrir vinnir sína núna Nei, og veist, Jón Daði og veist, bara allir, þetta var rosalega góður hópur það var skemmtilega sem við allir gerðum bara að mæti í það var mikið bandar í gangi og ógeðslega gaman veist, maður hefur mætti landslið og svona mismöti tímapunktum sko, svona, fyrir einhverjum 2-3 mánuðum síðan mætti það var allt annað heldur en fyrir 6-7 árum sko. Já, skildi. Vilt þú taka hann í hvað er það? Já, ég vil taka í liðin hvað er. Það er í búið detailsetri. Já. Hvernig bíl er það rúlum á þessu dagana? Ég reyndar ekki rúlum á neinu bíl. Ég var þegar ég bjó alltaf úti og var alltaf bara með einhverja bíla heima og ég bara nefndi ekki að, maður sko bílanýrasta fjárfesting í heimi sko. Já. Þú veist, þegar ég kem heim þá mun ég að vera okkur skemmtulegum bíl svona þess á meðan, þá erum við bara með eitt þægilegan Kia bara Humble Kia Ceed Ég kom á Áris núna
Alveg, Það er auðmýkt. Það er auðmýkt, Já. það er það sem við erum að leita nú. En ef þú þarft að þrífa hann, þá kíkjur í detailsitri. Allan daginn, Þeir eru bestir í þrifum. allan daginn, Það er svoleiðis. það er bara klárt. Hvað er eftirminnilegasta mark sem þú hefur skorað? Vá, þetta er spurning maður. Já. Ég myndi segja, sko, ég myndi segja, sko, annarkoð fyrsta markið bara í atvinnum sko, með Vólerenga, sko. Það var bara fínasta mark. Eða þegar ég skoraði 13 sekúndur. Mótið Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa. Já, ok. Aha. 13 sekúndur, það var flott mark, sko, mjög flott. Þótti ég segi sjálfur frá. Það var bara eitthvað ótrúlegt við það, sko. Það var bara neltboltan fram og ég gerði eitthvað flott, sko. Ég var ekki, ég var bara í einhverju blackout í hausnum, sko. Já. Það var bara búin að skora og það Íbúa flauta. Já, raunhverju, sko. Já. Og þetta var svona stórleikur, sko. Fullu völlu 30.000 manns. Geðvögt. Langt færið. Þetta er sko, ég vippor mér einhvern mann tekur á kassan, skít, sláin inn og bara, ég gangi, sko. Það er þetta geðveikt. Hver er besti liðsfélagi sem þú hefur haft? Með nokkra góða, sko, sem hafa svona aðalega gæja, sko, þið bara svona inn á vellinum aðalega, ekki? Já, bara... Já, ég var með Magnús Wolf Eikrem sem er fyrirlið Molde. Ég held að hann hefði lagt á mig, sko, 90% mörgum skora á Molde. Nei, fyrir Malmö á sín tíma. Já. Svo var eitt sem heitir Gia Sahid sem er að spila í Ankara í dag, held ég. Hann var með eitthvað sviparekord þegar ég var í Vólerenga. Já, þeir eru góður að finna vökuvelina. Já, bara ég hljóp bara, þetta var bara bótt að koma frá mig, sko. Það var geggjað, sko. Ég get ekki hugsað, ég verð að pissa. Já, ekkert mál, við höldum bara áfram. Hvað er auðveldasta deild sem þú hefur spilað í fyrir utan Ísland? Sko, það lúkkar ekki þannig á rekordinu hjá mér, sko. Já. En ég held að verðilega segja Kína, sko. Það komu svona, þú veist, lendir á móti svona liðum, móti góðu liðunum var erfitt, sko, en á móti sömu liðum þá, þú veist, þá var það ekki... Bara slagir varnamenn. Já, sko, það er bara svona kannski litlir. Já. Þú veist, ég var orðin einhver target center hann, sko. Já. Það var litli gæðar, sko. Já, þú vannst bara að skalla bósta. Ég bara hengdi hana fram á mig, ég var bara að leika mér, sko. Þannig að svona, hún var, eins og ég segi, hún var brellin og bröðótt, en hún var ekki erfiðust. Ok. En hver er efnilegasti íslenski fótboltamaðurinn þessa stundir? Að þínu mati? Vá. Ég held að segja Hákon í Hákon Arnar. Já. Kannski fellur ekki undir efnilegast en ég ætla að hafa hann, ég veit ekki alveg hvað hann er gamall. Já, hann er geggjaður, sko. Já, hann er, það sem ég sé á hann, sko, hann á bjarta framtíð, ég vona hann taki næsta skref. Já, ég sá hann getur verið að fara til Frakkland sem maður veit ekkert hvað er til í því. Nei, og þú veist, það er líka, sko, auðvitað segir maður ekki nei við því, það er ekki léttast deildin að fara í, sko. Nei, já, það er kannski erfitt transition að fara frá dönsku deildinni beint yfir í frönsku. Hún er erfið, og þetta er svona svolítið erfið deild, svona fysikal, sko. Já, það er kraftur í henni, Já, og þú veist, ég held að hann tæklar það alveg, skilur, sést hann í góðu liði, sko, en ég hef trú á honum. Já, geggja. Hvað er besta moment á ferlinni þínum? Besta momentið, maður? Já. Vá. Ég verð að segja bara, sko... EM 2016? Já, það hefði ekki verið þegar við skoraðum út af Austurríki. Nei, ég hef bara verið fyrsti títillinn bara, sko. Ég held að það sé... Fyrsti titillin það var í Kína, sko. Það var bara eitthvað unreal við það, sko, að vinna bara, það var bara titil búin að vera í þessu endarist, heim og heimar, 4 leikir, 3 vikur búin að tímabili að búi fyrir 3 vikum, vera þarna lengur í Kína. Við vinnum síðan þetta lið sem átti klálega að vinna okkur, sko. Já. Á okkur útimarki á 116. mínútu í framleggingu, sko. Já, það var svoleiðis. Já, svoleiðis, sko. Já, bara að ræna þessum byggar. Já, raunveri, sko. Sturlað, sko. En versta moment? Versta momentið, inn á ferlinu bara fyrir. Já, bara allt bara. Ég held að, það sé bara ekki, það hefur nú gengið yfir freka vel á vellinum sjálfum, ég held að sé bara, og ég á flestu liðum gengið freka vel, og hann að ég verð að segja bara það er, svona höfnun á ungan saklusan dreng. Já, höfnun á hái stíði. Hvað er það sem þú sérði eftir á ferlinum? Fara frá Ísrael til Rússlands. Ég sko, ef ég geti spólað aftur í tíman, þá er það fyrsta sem ég myndi gera, sko. Ok. Hver er besti strækir frá upphafi, bæði á Íslandi og erlendis?
Ísland náttúrulega ég. Já. Óæn. Ísland Ægir Smári Guðjónsson sem strækir, þú veist, það var náttúrulega það meira þegar og frá upphafi það Thierry Henry. Bara by a mile, sko. Já. Það bara þannig, sko. Ég alltaf Holland, sko. Það hægt að segja Holland. Já. Það alveg hægt að segja Holland. Ég myndi segja eftir svona 5 ára en svona fyrir mér núna það Thierry Henry. Það skrítið að segja það 22 ára gaur, sko. Já, ég veit það, sko. Ég getur ekki sagt að svo allt inn kannski segja maður verið dabrar árunum eitthvað svoleiðis, eitthvað. Maður veit það ekki. Kannski meiðist hann bara á allt. Já, og getur bara átt einhver flott tímabil sem ég náttúrulega eiginlega pottið ekki ára að gerast. Nei. Það er ósnefnt. Já. Sástu spjalli sem þeir tóku eftir að Haaland vann, hann var að biðja hann um tips. Já, hann er mjög, sko, svona lúkkar ekki hömbul, sko, en þetta var mjög hömbul og ég bara, þetta var rosalegt, en það var mörg stig frá manni og öllu verið að sjá þetta, sko. Já, á meðan var Kyle Walker að halda á gríli sérna svona ekki úr útunni, sko. Bara skora einhver 50 mörg á tíðanbili, bara spyr Thierry svona Premier League legend, bara hvað get ég gert að bæta mig? Þannig að það hefur fullt hund til að bæta sig, sko. Hann er bara með þetta superpower, sko. Spurði líka bara í einlægni, sko, hvað ég raunverulega geti gert til að gera betur. Þetta var sturlað, sko. Og mér fannst líka flott hjá Henry líka bara að segja það, þú veist. Já, þetta alveg rétt, þú veist, hann er með verri löpp, skilur, sem er slæm. Já. Hann er alltaf með það, marga aðra góða hluti, skilur. Maður gefur hann með það. Nákvæmlega. Maður sjá. Hvað er uppáhalds bíómynd? Þarf ég að svara þessu? Já. Conair, já, þarna, gott sjá. Conair, já, þetta er Conair og svo, Dúdverð sem að Kar, Conair, erum ekki að hana. Yes, maður. Þetta er bara, það er ekki ekki það, sko. Já. Og þetta er einfaldur. Ég er mjög einfaldur. I like that, sko. Hvað er uppáhalds þættir? One Tree Hill. One Tree Hill. Já. Minnið þú mikið á okkur gaur í One Tree Hill, eða? Já, sko, ég veit. Jú, er það ekki gaurinn? Er það ekki? Jú. Já. Nei, þannig. Já. Ok, púlum það upp eitthvað smá. Hvað er uppáhalds podcastið þitt? Wow. Það er, ég er alltaf hlust á öllu þessi fótboltapodcast, skilju. Já. Hvað er 5 podcast sem þú hlustar á? Þungavittin, Dr. Football. Svo hlustu það í ljósi sögunar. Já, ég líka, já. Það ekki? Jú. Hlustu það mikið á Crime Junkie. Ég líka, ég sofnaði með það í nótt. Vel gert, maður. Og svo er 70 mínútur búin að hlusta á það líka slið. Ok, klikkaði kynlífsögur, áttu það inni? Já, mjög gott, sko, lögreglu dagbókin. Hvað er rugglaðasta djam sem þú hefur tekið? Jæja, svo kom minnis. Slökka á þessu mækum minna. Já, rugglaðasta djam. Ég geti nú komið með heldur nokkra sögur, sko. Hvað ég var að segja? Jú, ég tók með eitt ruggla við strákvöndinni. Ég var í Ísrael, var að fara að fá eitthvað smá breyk á Íslandi og strákarnir félagar mínir voru sérst á sunnudegi á einhverju jólahlaðborði. Já. Ég var að fara að koma, sko, ég var búin að plana eitthvað hitting í hvað heitir þetta? Við Gullinbrú var einhver salur hérna. Já. Mánudegi var búin að panta eitthvað Aron Kahn og Skímo og eitthvað þangað. Það hitta strákarnir, sko, ég maður hitta á lengi. Það bara að græja það á drengina. En ég ákvaða að taka smá svona grín á undan, því ég var að fara millilendi í Amsterdam og vera þar í einu nótt. Ég flaug út einhverjum 10-15 félögum mínum þangað, bara yfir nóttina og svo aftur tilbaka til Ísland og svo beinti hann í mánudagspartíð. Hæ? Ok, eitt gull í Amsterdam? Það var eitt gull í Amsterdam, sko. Og svo beint á Gullinbrú? Já, þeir voru mætti, já. Með rútu, sko. Það er þetta hjú. Þetta var skemmtilegt, sko. Smá grillis í þessu, sko. Já, það gerði mig. Þetta var... Það var gaman að þessu. Ég veit, sko. Það er bara einu sinni, sko. Já, þetta var gott. Hver er frægast í guður sem þú þekkir? Býtu við. Það er alveg margir, sko. Svona sem að fá sjátt. Já. Frægasti guður sem ég ekki bara frægasti. Já. Þekki ykkur á fótboltamenn, sko. Já. Þekki náttúrulega Maradona í Napoli, sko. Já. Þekki aðeins Alexander Skarsgård leikarinn hérna. Já. Hann leikar Tarzan. Já. Farið með honum á smá... Já, það. Út að borða og eitthvað. Já. Út að borða. Eftir einhvern leikarni, hann er Hammarbysnir, sko. Já, ok. Ég held að það sé bara...
engin mikið frægar en þetta allir. Það er bara Þekkir alla fræg á Íslandi? Marga. Já. Já, það er, byrja bara beislega automatik að þekkjast þegar þú komin út og svona. Já. Þekkir til dæmis segjum eins og, þekkir Bubba? Nei. Ok, en ef þú myndir hitta Bubba, myndir svona nikka á hvern annan? Það er svona, ekki endilega hann sko, hann er svona heimsfæður á Íslandi sko, en svona marga aðra sko. Já. Það er bara, það er einhvern veginn. Það er svona, það gerist bara sko. Já, ég er frægur, þú ert frægur, við vitum það. Gerist sjálfkrafa sko, svona smá Geitur þekkja geitur Illuminati svona. Já. Hvernig værið þú til að sjá í þættinum á því? Ég verði til að sjá Ragga Siga Kára Árna. Er það ekki? Jú. Já. Það er sko. Já, það væri gott. Og opna það upp á gátt. Já. Eru þeir ekkert mikið að fara í viðtölu? Jú, sko, það er alveg komið fyrir sko, Kári minna. Raggi er alveg að fara dætt í ykkur podcast svona. Já, ok. Það er mjög gaman að þeim. Já. Ok. Þá mátt þú taka við. Yes, maður. Let's go, maður. Herru, það sem við hefum eftir, við erum með hvort myndir frekar og svo þurfum við að taka spurningar frá fans. Besta spurningi sem þú velur fara 100 eurur fyrir íspinninum. Og eitt. Það eru 70% barnalegar. Já, ekki. Sleppum alla barnalegustu. En hvort myndir frekar, bóði JAE málum. Þetta er ekki J-málum eða J-málun. Þetta er JAE málun. Þeir eru svo allra færustu. En það er ekkert létt að finna á. Það er ekki með neina heimasíðu neitt. Þú ert bara að vinna inn fyrir að finna á. Ef þú vilt fá á allra færustu tíðin. Það er það veisla. Þeir senda á mig þarna. Hvort myndir frekar leyfa Jeppa að fara live og skoða browsing historyið þitt eða fara í heads-up við Magga Bö. Ef hann vinnur heads-upið, skuldar hann 10 milljónir. Ef þú vinnur, þarftu ekkert að borga. En þú færð ekki neitt. Magga Bö og heads-upið. Tekur það? Já, held að. Ég fæ ekki í history live á Insta. Nei. Ég man ekki. Ég þarf að tjekka því. Já. Same. Herru, hvor viltu hafa Jeppa Kall 69 eða Ronna Gonna í hölunni að mata í því stóðsendingum? Þarftu að velja einn á milli okkar? Er hann ekki með Stöðugt Sport? Ég tek hann hérna. Tekur hann? Já. Hann er með spýtulappir, sko. Já. Ég vann lottómótið, sko. Það er svolítið. Það er reyndar að skaga hann, sko. Já. Ég er búin að horfa mikið á Kevin De Bruyne highlight, sko. Já, og líka, þú veist, það er vikt í þér, sko. Þeir fyrir að dekka þig, sko. Ég fæ svona fljóta hérna. Ok. Herðu, númer 3, hvort myndir frekar fari í klikkaðar kynlífsögur podcastið og rifi upp þína rugglustu kynlífsögur og já, we know work, don't make love, he fucks. Eða taka að þér 1 ár sem dómar í bestu deildinni. Ég færi í kynlífsögunar, held ég. Það ekki? Jó, þú veist, ég myndi ekki nenna, sko. Kannski myndi maður fá svona virðingu þegar þú búin í fótbolta, sko. En þú veist, þetta er high intensity leikir, sko. Að vera með allt rétt hana og ert alveg að fara að fá hérna hárblásara á þig, sko. Ég nenni ekki að láta dómari, þú veist. Öli, ég nenni ekki að vera að fá þetta. Þá fer ég að horfa og fer bara að hver var þetta hérna. Ég myndi vera á sár. Já, ég skilði. Það verður að ráðast. Svona að láta þið heyra. Þú verður ekki svo high intensity. Myndi ekki meika það. Nei, þó að kynlíði sé high intensity. Númer 4. Inn á milli. Að lögreglan sé að lýsa eftir þér og öllum fréttamönnum landsins út af frelsissviptingarmáli eða vera böstar á Mónakó með 4 gaurum í leðjökkum með London Docks í kjaftunum að skála í jægabomb. Ég tæki þægilegan bara Mónakó, sko. Það ekki? Jú. Ég er líka hérna. Nei, hitt væri líka mútið standa en þá bara er það satt. Já, ég veit, það breytir, já. Það er bara satt. Já, það er bara komið, stimpillinn komin. Hitt er líka bara stemning. Já, stemning, það er bara eitthvað svona getur leiða að senda. Algjörlega. Herðu, númer 5, hvort myndir frekar fara í rússneska rúllettu en í staðin fyrir byssukúlu kemur ykkur Reini Bergmann úr byssinu og segir sér ævisögnu sína eða vera jafn kynferðislega brenglaður og Ronni Gonni. Kemur Reynir bara með Já, þú koma úr byssinu og segir ævisögnu sína. 4 tíma session. Ég myndi nú ekki heldur nenn að vera eins og hann. Nei, ég veit það. Snúast Já. Núna strax eftir þátt, sko. Hitt er bara 4-5 tímar með reynsa. Það er 4-5 tímar en hitt er bara for life. Live, sko. En ruggla kynlíf á leiðinni, sko. Já. Og veist. Ég tek Reini. Reini? Já, ok. Herðu, síðasta, númer 6. Hvort myndir frekar að síðasta ár hefur kameran á símatínum verið live allan tíman og það er að koma í ljós núna og 365 vídeo fer að droppa á YouTube eða það leki út allt vídeo af þér vera fróðaður.
Ég sé tæki það bara Afla, Já, bara setja það inn á alla síðunar sko. Já, alla síðunar Já, Bara OnlyFans og þetta verður búið jóla málun Takk fyrir þetta Já, Komum bara þokkulega vel út úr þessu Já, þetta var skemmtilegt sko Já. Herðu, ef þú þá ekki að fara yfir í veist, það eru spurningar frá fans Já, Ég vil gefa þér núna já, ég hef mér plattform Já. Sviðsljósið Sástu Rikka G.F. á tertuna í andliti Jú, í það gær? fyndið Shit, Fannst þér ekki gott? maður Það er svo einlægt bara Já, ég rek þig sko Þú er bara reikin Þú er bara búin að missa vinna Ógeðslega gott sko Það var eitthvað svík Það er djöðan Ógeðslega Gary Martin, þetta borgar laun hans eða? Er ég borga launars? Já. Nei, ég er náttúrulega ekki borga launars sko En við komum að því Það var nú bara þannig Þú veist, ef við settum þið í gang á sín tíma komum fullt af mönnum að Já. Þetta er oft Bara þannig eins og hjá öllum Já, klubbum bara söfnun að ringt út og þú veist, fleira Ég kom svona Ég vil meina að ég hefði svona átt kannski svona smá þátt í að koma þessu í gegn Ég vildi fá hann á Selfoss Hann alltaf búin að vera svo lítið að liðum Nei, já, veistu Já, ég hugsaði bara að koma liðinu upp sko Það var fullt að góða mönnum sem hjálpaði stað sko And Selfoss thanks you for it Já, veist, ég bara býð þér komist upp sko Já, það kemur Já, Við ætlum að taka fyrst að ríða gifta skrepa Rikki G, Hjörvar Hafliða og Gummi Ben Shit, maður Já, Wow Það er líklegt að þú dreipur Rikka en Já, hann er ekki sáttir sko Herra, ég myndi giftast Hjörvari Fari í fjárhald örgi já Sá moldaður maður Businessmaður sko Alltaf í útlöndum og eitthvað Já, Ógeðslega næs Gummi eða Rikki sko Þeir eru báðir sko Það voru með þeim í rúminu sko Með svona lýsenda rödd sko Já. Það væri getur orðið svolítið Já. óþægilegt sko já, Rikki submissive sko já, Ég já. veit það frá fækt Það er ég segja Rikki og drep Gumma Bina Því að hann er svo fljótur að missa röddina sko. Já Þá púlum við upp stóriði Nei, þú verður hjartað vinnu minn Já. Verður hjartað Já, það er bara þannig. Ok, gott að vita af því. Já. Herru, þá byrjum við þetta. Þitt uppáhaldslag með Krismund Axel, spyr hann sjálfur. Ég var reynda búin að lofa honum að það var nafnlaust Já, það. Nei Og þetta er bara hafa ekkert á mig, takk Já. Nei, Birtir alltaf til Eitthvað djók í gangi Hann einn hafa ekkert á mig Birtir alltaf til Já, Closed Third er nýja lagið með honum og Júli Júlí. Já, ég er. Já. Svo kemur, hvort myndur frekar vera alltaf með Doritos putta eða alltaf með mjólkurskegg? Úff, þetta er góð spurning sko. Þetta er góð spurning. Það er ekkert eðil, ég fer að þó puttan leið og það er eitthvað á puttan Ég myndi að taka mjólkurskeggi bara Já, ok. ég er bara stundum bara popp með skeið sko Já, þetta er svo óþægilegt með svona Þetta er ógeðslega, já. Svo glemdi ég að segja, þetta er í búið ísbjörnin og besta spurningin fær 100 evrur. Já, ég veist sem velja best Já, Já, svo spyr Júli Heiðar. Já Hvernig er að eiga popstjörnuna Júli Heiðar sem frænda? Ótrúlega hóvarir í ættinni Við erum mjög skildir sko Það er náttúrulega þessi séðar erfitt Ég fæ oft, þú veist, það er fólk að spyrja mig og Já. út í hann hvort það sé laus og eitthvað svona Nei, það er voðið vel sko, ég er miklu frægar en hann sko Nei, Nei, það er, hann er að vera helviti vinsæll núna og þannig að það tekur á svolítið, fell í skuggan Þá spyr Diðrik, á ferlinu þínum, hvað land var best að búa á upp á að eyða tímanum fyrir utan fótboltan? Það er mjög auðveld spurning reyndar var ógeðslega gaman að vera í Malmö af því að það var svona sumar, gott viður hana mikið af golfvöllum, fórum mikið í golf en Tel Aviv er bara vinnarinn hana sko lang best sko, fekk líka 1 milljón heimsóknar það var eitthvað svo spennandi að fyrir fólk að koma á sko. Já, sína þeim This is my life Já, þeir fannst það svo Þeir bara heim á Íslandi 9-5 Eitthvað svoleiðis Já, eiginlega Nei, það var svo margir sem vildu koma sko. Það var alltaf byggðum sko. Já, bara geðvik Það var bara beint flug en það var bara geðvik Hvað er það marga tíma flug? 6 tímar kannski Já, Það er nú ekkert svo slemt. Sverri Sverri Smára, hvað er besta mómentið með Raggi Rano eftir að hann hafi boðið honum út til sín? Með Ragga Þrösta Það er spurning sko. Já, Raggi Rano, það er selfie-singur sko Raggi Rano Raggi Rano Það er svo mörg með honum sko hann er einn allra ástsælasta fyllibita þjóðarinnar sko Já, yes Maður Besta sagan honum er náttúrulega þegar hann er að keyra vel í því að mótni til og kemst í beina útsendingu í bylgjuna og er að tala þjóðatíð sko, það er bara að finna sér lent í og þetta er til live sko Já, ok
Best með honum, ég get ekki sagt það hérna en það við vorum alltaf eitthvað að leika okkur hérna það er svo skemmt okkur hérna Nei, jú, best, ég skoraði þrennu og þeir voru hann uppi í svona VIP-stúku ég var með boltan, þrennuboltan sko, það var svolítið hátt uppi og hann var að tala við alla sko gæja stóra menn í þessu liði sko sem ég er svona ekki ég var ekki mjög stoltur að því eftir það var alveg vel í því herru, ég tók boltan hérna og hitti beint á hann greip hann og svo bara herri sjónast það er enda mjög svalt nýbúin þetta þrennu sko sparkaði boltanum með það tók hérna svona útspark bara snýrið, þetta var líka mjög hátt sko. Það er þetta grjótart sko. Og hann greip hann Þá spyr Andri frá Detailsetrinu Hvað keypti hann fyrir fyrsta launatjekkan frá Jiangsu? Ég og konan rúlaði í Louis Vuitton alltaf sjálfsögðu og svo keypti ég BVF hérna 645 bara matt svartur Já Ég var hérna, ég sé hann svona á götum bæjarni svona. Já, það? Mér varst voða töff, mér varst það geðveitt töff. Já. Já, bara herra, hvað kostar hann? Það varst hérna, sko. Já. Það fannst mér rosa töff sem ég veit ekki okkur, sko. Nei. Ótaðan er líka neitt, sko. Mannlegt kannski bara fyrir strák. Rétt. Spyr hérna Jaki, hvort myndir þú fyrir að bakka og bjarga eða keyra aftan á Aron? Ég sem myndi keyra aftan á Aron, bara in a heartbeat. Já, þessi, nei þessi er ekki no. Hvað er besta og versta borg sem þú hefur búið í á atvinnumannaferðlinum, spyr Hansó Vondar leiðlurinn versta er ég held að segja á hann Tel Aviv sko svo er alltaf marga góða skilur Malmö, Stockholm, Oslo frábært sko versta er bara Malatía í Tyrklandi, miðju Tyrklandi Já það er bara ekki hægt sko Svo spyr Stefán Reynis, er það satt að þú hefur látið taka 20 cm á slátrinni svo þú getur hlaupið yfir höfuð? Ég er búin að heyra þetta oftar en einu sinni. Þetta er slúður, strákar mín. Þetta er slúður. Já, þessi er... Nei, sko, já, það er heldur högg að taka 20 cm. Já, það er... Fyrir flesta, sko. Ég var með -7 eða, nei, -15. Já, það eru flestir í mínus. Já, ég er ekki búin að því. Nei, það er svo að spyrir Arnar Arinbjarnars. Ert þú pappi Bjarka? Af því hann er Bjarki Valur Viðarsson. Það er, hvað ertu gamall? 32. Já, ok, þá er það ekki séns. Það er svolítið reitt. Já, það væri gaman satt. Þú getur margt en ekki alveg... Ekki alveg það, sko. Já. Þá spyr Ingólfur, hvor væri líklegri til að vera valinn lukkudýr, Ronni eða Jeppi? Ronni. Já, alltaf fyllir út í lukkudýra búningin. Svo spyr hérna Ingimar, ég veit ekki eins og hvort vilt að ég spyrir hana? Já, spyrum bara. Þetta er Ingimar, tæknimaðurinn okkar. Kvennaboltinn svona leiðilug, spyr tæknimaðurinn. Já, það er ekki það. Ingimar aldrei þetta verið nafnlaust. Það glemdi hugmyndinni. Færi þetta message bara DM á þeirra sko kvikni í. Sko... Já, þetta er kannski aðeins öðru síðan intensitöldunum í kallaboltanum, sko. Já. En ég tel þetta að vera á mikil uppleið, sko. En ég er samt með hugmynd, sko, með eitt að það er að, og þú veist, kannski margir ósamála, en án gríns ef að margir í minka bara örlítið. Bara örlítið og sama, þú veist, með fjórðarflokk kalla, sko, þú veist. Já. Sem að, þú veist, þetta er bara upp á stærðina og svona. Þannig gerir það aðeins meira svona... En vellinir. Það er að minka þá? Nei, það getur náttúrulega laupið og það eru rosa fitt og leggja mikið á sig, sko. Ég hef hort á marga kvennaleiki og gaman, ég held að sé þvílíkumunur að horfa á núna og fyrir 10 árum. 100%, sko. Kvennalandsliðið er bara allt annað, sko. Og setja rosalega mikið líka auri í þetta og svona og umgjörð og svona. Algjörlega. Svo spyr hérna Sigurður Bond. Bondarinn. Það er kóngurinn. Já. Topp 5 leikmenn Hauka frá upphæðum. Við erum búin að leika okkur að þessa... Já, ok. Herðu, topp 5 leik Hauka. Sko, Ásgeir Þór Ingólfsson er í 5. seti. Ok. Hilmar Rafn Emilsson í 4. seti. Já. Hilmar Geir Eiðsson í 3. Andri Geir Gunnarsson í 2. Og Andri Martinsson í 1. Já, þetta er allt fyllibittur. Flestir. Já. Vel, sko. Það eru mínu menn. Og kemur hérna Daði Lagsdal. Já. Hvaðan kom hæst í launatjekkin á ferlinum? Sko, fyrst að þetta gengi, sko. Já. Við sko hvað krónan er stöðga hvert, sko, evrunni eða dólaran. Ég held að hafi verið safe to say Ísrael, sko.
Ísrael, Já. ok. Hvað tekur hann í bekk, spyr Eddie? Ég tók einu sinni 115 í þröngum Yes. og trúi mér lengin samt. Ég sé að slíta svona solid 100 í dag. Já, það Veistu hvað hann tekur í bæk? 110. Í dag, örgulega 120, en ég hef tekið 150. Easy, sko. Hann bara, En ég var á styrum þá. ég er svo hálfvit, hann bara, Ég fer að styrra 100% til sko. Ég var á fullt að styrum maður. hann tekur bara, Já, ég græði á því maður. Það heyrir í mér. Það veist það. ég hef verið með hann, sko, hann tekur bara 3 kjúklingarborgar að tilbúið og svo fyrir bara í gymmið að reppa bara 130, sko. Ég bara, hvað er í gangi þarna? Það er rosalegt. Já, menn ég er bara á stigavélinni, sko. Svo spyr Addi Baldi, voru einhverju einmanna kvöld þegar þú varst út í boltanum? Og einmara kvöld, sko, ég bjó náttúrulega nú á síðust 2 árin sem ég eitt, sko. Já, Varstu aldrei með gellur? Með gellur. Bara konu heima, sko. Já, Það var gæla mín, sko. Já, ok. Ætti búin að vera með henni lengi, já? Síðan 2014. Já, ok. Já, ok. Það er 0 slatt. Við getum alveg farið yfir hvernig árin voru á undan. Já, 2014, það voru sko. gellur, sko. Gellukvöld, sko. Næs. Jú, maður, sérstaklega, sko, það var allt annað, ég fór 2014, sko, þá var ég bara að leita fótboll og framma, sko. Þú veist, kannski 30, þá eins 2, sko, bara, þú veist, í símanum og bara, ég ætla að lesa bóka og byrja í 2 mínútur, nei, horfa okkar, þú veist, horfa okkar þætti. Þetta er bara, já, þú þarft meira, sko, þessum aldrei að vera ekki með fjölskyldunni. Já. Það tekur á, þetta kemur í bókinni líka. Stay tuned. Nei, veist, það er samt, það er alveg fullt, sko. Sérstaklega langt á myndi leikja maður og... Er bók á leiðinu? Hvað segirðu? Bók... Ég hendi bóka til fjölum. Já, ekki. Sko, Ekki spurning. ég vil ekki klára, sko, allt hérna í hérna bók. Nei. Það kemur skemmtileg bók. Ok, geðvægt. Kristoffer Box spyr, hefur komið í vökbaðs í Fellabæ? Já, og mér bara höfum að ræði eitthvað hvað það fengið þetta nafn, sko. Já, það er ekki. Jú. Það er ekki einhver að fara að kæra. Já, sko. Kæra að fá seðla. Jú. Já. Það er bara næsta leiti. Já. Nei, ég kom með þetta á gegja. Ok. En hérna, jú, það var bara frábært. Gegja. Já, þá er þetta held ég komið. Það er svona þín uppáhalds. Mástu viltu fara eitthvað aðeins yfir þetta? Renn yfir þetta. Svona þú velur eina þarna. Þú velur einhverja spurningu sem að fær 100 eurur. Síminn stoppar ekki hjá vélinni, sko. Ég er í beinni. Nei, þú ætlar ekki bara að koma með hann hingað? Já, ok. Shit. Gæin er famous. Það er bara svolítið. Já. Ég Já, ég verð það. er ekki búin að fá 1 notification sem tökur byrjuði, sko. Ég verð það. Það er hann. Já, borðaði bara eins og vibrator hérna. Mér fannst það þetta gott hérna. Maður rækkar rann á það. Hérna sko, ég ætla að gefa hérna Doritos putta á mjólku, sko. Já, það er að gera það. Það er alltaf skemmtilega spurning, eða skemmtilega, fólk svona fyrir áhorfandanum er skemmtilegt að heyra, þú veist, eitthvað svona fyndið, þú veist, eitthvað kallasögur, sko. Þetta er svona, þetta er vel pælt, sko. Já, out of the box. Þannig að þú hugsa, sko. Já, ótrúlega mikið, sko. Þetta er líka sem að margur maður lendir í, sko. Allir þekkti þetta. Nattputtanir. Já. Við höfum lent oft í því, sko. Við erum óþægilegt, sko. Já, það er nefnilega mjög óþægilegt. Þú er búin að spara allt og mikið í buksa þannig að þú skýtu þar og... Já, voru í gráum sportstærekt joggingbuxum, Cheetos út allt og það er bara orðið unsexy, sko. Það er bara að fara í þóttavélina. Já. Þessi, sko. Leina, heldur með einhverju liði, var þetta ekki búið? Jú, þetta er bara búið. Veistla. Með hvað liði heldur í bestu? Bestu? Já, okkur. Ég, svona, alltaf eitthvað taugar til, Fylkis, sko, því spilaðar, sko. Já. En alltaf orðið svo langt síðan, sko. Nei, Ekkert. Nei. Víkingur á móti Breiðablik, úrslitaleikur, er einhvað, hallastu meira af einhverjum? Sko, ég bara á marga bara breytir engum máli. Sölva, þekki Arnar Gunnlaugsvel, skilur og Já. Ég er svona, þegar ég horfa á þessa leiki vil ég bara ógeðslega mikið mörkum og helst læti, sko. Mér á skæðu þetta daginn hann að þessi 2-2 leikur hann, sko. Svona, en ég þekki alveg menn úr báðliðum og svona, þetta er matta vil mjög vel og þannig að eitthvað undir með þetta kannski heldur eitthvað smá meira með ykkur en það er bara svo ótrúlega lítið að ég fatta það ekki, sko. Já. Heldur að Arnar Gunnlaugs geti farið lengra sem þjálfari? Já, 100%, sko. Hann er hörskuð þjálfari? Það er mjög góður, sko. Svo bara er það bara þannig, hvað viltu, þú veist.
sko, ertu að fá eitthvað bara í Skandinavíu sem ert komið bara og dæmdur harkalega og það enginn að pæli hvað þú gerir í Íslandi þannig, sko og þá ertu komið bara bara að byrja á 0 punkti og svo kannski liði sem gæti lendi smá ströggla og bara ertu kannski í rekin og þá ertu bara aftur til Íslands það hafa menn prófað þetta, Íslandingar, sko þannig að svo ertu hérna bara frábærum stað getur verið 10 ári viðbót, eitthvað kannski tekið landsliðinu setna eitthvað svona þannig að þú veist, þú ert líka og hann kom með þá reynslu, ertu sáttur þá má maður líka alveg bara vera sáttur, sko og það ekki verið eitthvað að leita nema að fá eitthvað frábært tilboð bara frá Saudi eða eitthvað, þú veist life changing dæmi, sko Championship í Englandi eitthvað svona, sko algjörlega, en sástu leikinn á mínum heimabæ sástu broturunum, Kári og Gaur sem beit vinur minn í löppina. Ég heyrði það. Hann fekk stífkrampasprönd. Já, ég heyrði það líka. Móti hverju var þetta? Þetta var Kári, hvað var það maður? Kormákur? Já. Kormákur Kvöld? Kamstangi? Já. Ég heyrði það bara. Þetta er ekki lægi? Mitt, sko, það er svona Suárez feelingur í þessu. Já, þetta var heldur gott, það var gott bitfarað, sko. Já, maður þarf að býta, þá maður að nýta það, sko. Sjálfsögur í kálvan. Líka ef þú ætlar að býta, hvort sem að fara að býta, það alveg jafn mikið refsing þótt þú býtir, sko, býta fast. Já, býta, já. Alveg bara taka vel. Já. Þetta almennilega. Já. Gott að fá þetta í kálvan, sko. Það ekki, þú veist, þú rænir banka og stelur 10 skall. Nei, þú tekur þetta bara. Stór biti í einu, takk. Árum fyrir bara að fara að tæmast. Já. Er ekki? Jú. Já. Ég sérðu eftir því að hafa kvarta út í FIFA með launagreiðslunar? Sko, já, þú veist, maður sér bara málið, sko, fyrir ekki út í details, en maður sér eftir því að, þú veist, klúbbar bara í höfuð, saman hvað þú ert, sko. Þú veist, bara býr til eitthvað vesen, þá bara þvílíkt mikið vesen alltaf. Já, ok. Líka bara spiltíma og svona, þannig að þú veist, já, bara svona, já. Að ég var að tala við Alma bróður minn. Já. IA Legend, Rekin úr IA, mætti fullur á leik, KR, var ekki starti leikmaður leiksins sem móti Stoke City 2003 við vorum þetta að tala um þetta og hann sagði til dæmis, hann lætur bara ekkert fókin valdi yfir sig og hann fannst þetta bara, þú veist Já, þú veist, þetta bara, þú veist, menn gera þetta en í sömu löndum, þar sem struktúrin öðruvísi þá ráðlegt að gera þetta, þú veist, bara til dæmis ekki þegar, kannski, tímabili í gangi og svona, sko. Já, ok. Þú veist, þess að þetta í Tyrklandi, ferði FIFA, þú veist, glemdu hugmyndina að spila aftur í Tyrklandi, sko. Já, ok. Þeir borgar endanum, þú veist, en ekki öllu hafa, þú veist, sumlið hafa lendið bara falla og bara sjá, þú veist, sko. Já. En svona í raun borgar, svona í flestöðlingum allt græjað og þú veist, ég veit í Greiklandi allir að reyna sitt besta að gera betur. Já. Þetta bara svona struktúrin öðruvísi og þetta einhvern veginn svona, þú ert líka pælið, sko, statusin innan klúbsins, sko. Spila og, þú veist, það eru til menn spila alla leiki kannski og svo býrðu til eitthvað vesen Já, svo bara hend út þú veist, það er bara, þetta þekkt dæmi algjörlega og þú veist, það er annað og myndi lendi bara í einhverju mjög svona basic landi nær hérna skilja og alltaf verið í lagi þá er allt annað Já, ég meina þú heyrir í öðru hverju podcasti á Íslandi að bara á hverju mánuði kemur eitthvað FH er ekki að borga, KR er ekki að borga og eitthvað svona Þú veist, ef þú gerir það, þú veist, þá kannski eftir leikir maður þar, þú veist þá bara, þú veist, þeir geti ekki, kannski hafa ekki efna á því að, en í öðrum löndum kannski er þetta svolítið svona, svona, þú gengur þetta er bara svona gangið við strikið, sko. Já, skil þig. Herðu, geðvikt spjall maður. Ég átti líka eftir að koma inn á, hvernig var að vera Arsenal maður núna í ár? Varstu farin að fagna titlinum í desember? Ekki desember, sko, ég vissi alveg hvað eftir páskan eftir, Hjörvar sem sagt að það eftir páska Já hann stóð svo vel að æsa í Þetta var gæðið sko Þetta var sko Já ég var sko þegar voru sko að vinna Liverpool 2-0 með 8-9 stegar fórustu eitthvað svona og vissi bara City átti eitt leik og það var össakinn City og City mátti vinna okkur sko Já og meira svo líka mútið West Ham 2-0 yfir þá var ég bara Svo bara Southampton heima í næsta leik sko. Já. Nei, og klúru við Liverpool, klúru West Ham og klúru Southampton. Já. Og þá var ég bara, ok, þá er þetta búið. Já. Þú veist, 4 leikir, nei, 4 stig og 1 leik út í góða. Já. Þú veist, þá sagði ég bara, ok, það var fínt að komast í Champions League fyrst skil í 10 ár, sko. Já. Fyrir tímabili hefði það verið geggjað. Já, frábært, sko. En ógeðslega, því að þetta örugglega ekki að gerast aftur, sko, nema að við kaupum bara einhverja 4-5 núna. Já, en þeir eru með geggjaðan þjálfara, sant? Já, það er geggjað, sko. Hann bara koma, sko. Að fá hérna Declan Rice. Hvað er að fá hann? Já, ég held að. Svo segja þér. Og hver er þinn uppáhaldsmaður í Arsenal? Sé ekki bara
Svo leiðilegt að sé að Saka sko. Já, Ógeðslega leiðilegt sko. Martinelli náttúrulega. Ég er Ramstil maður bara. Ramstil. Ramstil, já. Hann er svona Mér var magna hvernig hann kom þarna inn, það var sko raunað yfir Arteta. Hvernig hann ná í gaur sem bara fjall með skömm á síðustu leiktíð. Bara lélegur sko. Já, svo mætir hann bara með helvitis áru yfir sér. Bara með böllin úti sko. Já. Hann er alveg energy sko. Já. Og þú veist, bara ógeðslega. Ég hugsaði 30 milljónir í hafið sko. Já. Það er að kaupa einhver og gæði svona, þetta myndi mér svona ákveð svona bara ódýri tímuna Pickford sko. Já, þetta er að minna minn núna á að United sé eitthvað íhuga Pickford. Ég hætti að horfa, ég fer yfir í City ef þetta gerist. Já, þetta er bara að gera það sko. En eins og næsta tímabili ensku, hvað heldur að gerist? Heldur að Liverpool nái sér á strik? Liverpool er búið í þessari myndi svo að var sko. Heldur það? Með þessa svona high pressing geðveiki sem var í gangi með manni hann og þannig að þeir þurfa aðeins að breyta sko. En ef þeir styrkja sér vel, þá geta alltaf Liverpool geðveikin komið fram aftur sko. Já. En þú veist, þeir eru ekki að fara að challenge City sko. Nei, það sé alveg á hreinu sko. Það er búið tíð. Já, þeir eru ekki, þú veist, þeir voru rosalegir, þú veist, töpuga heima til 3 ára, 4 ára, það var ekki að kjafta þeir sko. Já. Þannig að ég held að sé ekki alveg þar, ég er svolítið meira séki núna, en þú veist, Van Dijk er ekki Van Dijk sem það var sko. En með réttum styrkingum, eins og maður segir, þá ég held bara leikari hjá Klopp, þú veist, það er bara spilað sami í 10 ár. Þú finnur eitthvað lausn á því sko, þrykkja honum bara fram á stóra frammera eða eitthvað sko. Já. Þannig að, en top 3, jú. Já. Herru, fyrst þú komið liðbúr, tölum en United og tökum United og Tottenham, því tæknum maður nokkra Tottenham maður. Tottenham alltaf bara sökkandi skil. Viðbjóður sko. Já, sko, þeir alltaf með þrjóskan sportarinn, sko, selurinn sko. Já. Það er, þú veist, það var rosa potensialið fyrir nokkrum árum, sko, bara í topparáttu og svona böll, sko. Þú keftir 8 leikmenn núna bara síðasta tímabili, sko. Þú veist, það er ekki pening, maður, þú veist, kaupa ykkur svona mediocre leikmenn á 20 milljónir í stæðan, kaupa nokkra almennilega á 70-80. Já. Charlie, svona, þú veist. Alveg. Þetta er bara, þú veist, þeir eru bara svona Europa League lið, skil. Já. Svo er United. Nýjustu fréttir. Já, einmitt. Það er shake. Það er að færast nær og nær. Ingimar táraðist hann að segja Europa League lið. Conference deildin. Já, sko, United þeir eru bullandi möguleika að gera eitthvað, sko. Já. Það er bara fyrir þetta, nú að það bara að kaupa rétt, gera eins og Newcastle gera, ekki, ég er ekki að biðja um að kaupa, sko, en þú veist, þú kannski, já, svona smá klókur í þessu, kaupir ekki 5 bara eitthvað súperstjörnur og vera að mixa eitthvað upp og leifa honum að stjórna þessu, því að hann sé flottur, sko. Já. Mér finnst geggjað sem Newcastle gerir, keypti hann á Trippier og hann var bara stundlaður. Þetta var svona gamla Manchester City útgáfan af þessu, sko. Kaupa ykkur svona gaur á hinum leðunum, betri gaur en bestu gaur ástu vill, og bara núna er þeir að fara að gera eitthvað, sko. Hann kom frá eitthvað Atletico eða ekki? Já, og bara einhver veist, gaurur Sociedad, Ísak og Wilson, svona, sko. Já. Bara svona gauðar sem þið hafið sem aukamann í fantasy. Já, eru sko. Þannig að þú hefur meiri trú að Newcastle vinni deildina heldur en Liverpool á næstunni. Já. Það er samfélagið á mig núna, sko. Þessa verður maður. Þetta er algjöru kjúklingar, sko. Samt, það er bara staðan, þú veist. Já, þessi staðan er svo, því miður. Já. Nóga peningum og... Er eitthvað fleira sem þú fara yfir? Ég er bara geggjað, bara ógeðslega gott að fá þig og bara heiður að fá þig. Líku kóngur, sko. Helviti gaman að þessu. Það ekki? Takk hella fyrir komuna. Takk fyrir mig.